hnökralausan aðgang að framtíðinni, hvaða tækifæri sem þú vilt grípa. Þess vegna leggjum við þúsundir ljósleiðaraþráða landið. Vefum þétt net sem tryggir að hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðar gerir allt mögulegt. Við tökum öll þátt í að vefa framtíðina. Enginn veit nákvæmlega hvernig hún verður. Hvaða möguleikar skapast, hvernig þeir fléttast saman. Eitt getum við samt verið vissum. Framtíðin verður með ólíkindum. Möguleikarnir endalausir. Tækifærin sem tækniframfarirnar skapa verða þó ekki raunveruleg fyrr en Hvað er að frétta? Ég var alltaf með lína með sko. Bara upp á þetta minni. Fyrir starfi! En fyrir snjóbolti! Línu, æma Rómar. Outrager er Witch-dóttirinn er að slátra þetta Ultrakill. Nei. Það er að prófa sokkið fyrir okkur hérna sko. Já, kæru áhorfendur, komið sælir og verið velkomin í kraftvéladeildina í Dota 2. Línur eru að fara að skýrast hjá okkur í dag. Það eru 6 lið eftir, verða 5 eftir rimmu dagsins. Þar sem við erum að fara að horfa á Lóe bracket, óreiður hnakkana gegn rafíþróttafélaginu Arena. Með mér er Friðrik alvöru Keisla, þið þekkið hann. Já. Hvernig leggst þetta í þig? Já, þetta verður spennandi leikur. Ég er aðeins búinn að skoða hérna hvernig þetta hefur verið að fara. Óreiðunakarnir komist áfram í lower bracket gegn Snorra og dvergunum. Já, ekki segja þetta ógrátandi. Nei, einmitt. Og svo þarna eru rafíþróttafélagið Arena er að koma úr upper bracket gegn Venus Bodyfuel. Já, gegn ykkur. Þetta er svona... Já, þannig að það er ykkur sveifla í gangi hjá óreiðunakkunum. Koma frá 2-0 sigri og Arena er svo að koma úr 2-0 tapið, þannig að það verður áhugavert að sjá hvort að það hafa ykkur áhrif. Já, óreiðurnakarnir allavega, ég skal bara viðurkenna það, þeir voru drullu góður á móti okkur og voru bara betri, þannig að þeir áttu bara... Þeir eru solid sko. Já, þeir eru nefnilega þeir eru með svona ákveðna styrkleika sem við kannski ræðum aðeins betur í draftinu. Já, heyrist að vera að byrjað. Já, það er einhver bönn að detta inn hérna. Arena kannski líklega klárlega favorites fyrirfram, en það getur allt gerst í Dota eins og við þekkjum. Já. Við sjáum það að Arena eru með first pick, sýnist mér, búin að banna Beastmaster og TA. Óreiðurnakarnir banna Profit, Tusk og IO. Já. Svona veit ekki alveg hvað... Anti-Mage. Mjög áhugaverð bönn hjá Arena, en bönnin hjá óreiðunakkunum eru svona klassískari, ætla ég að leyfa mér að segja. 3 bönn þarna á Snorra. Eru þeir first picka Dúsu? Dúsa offlane er eitthvað þing með skjall. Já, þetta eru Anti-Mage bannið einmitt. Kemur bara svo að segja ekki hægt að countera það strax. Þetta er eitthvað svona Bergur að spila eitthvað skrítið. Já. Já, þeir eru með first pick, þannig að þeir geta mitt banna Anti-Mage en að fá síðasta bannið sem er ósa hendugt. Já, þetta er mjög sniðugt ef þú ætlar að picka Dúsu, bara losa sig við helsta counteri strax. Sko, þeir banna TA örugglega því að Cromwell spila TA og hann er góður. Já. Kannski góður á móti Hrannari líka. Hrannar vill spila Shaker og Ember og einhverja svona kalla, sko. TA er flottur á móti, eða flott á móti því stöffi. Þeir bara beint í pangu og þetta er bara comfort á Cromwell. Ég veit ekki hvort ég spyrir þetta líka eitthvað á offline-u eða hvort þetta sé bara... Nei, ég myndi 95% segja að þetta sé mitt, sko. Já. Hann spilar... Er ekki Túran sem er að spila... Jú, Túra er offline. Já. Hann er svona verið að spila X, Tide, þess að kalla mikið, sko. Já, akkurat.
Sko, ég veit það að þeir á supportunum, sko, þeir spila gyrokopter og shaman mikið, þannig að spurning hvort að Arena banni eitthvað af því út. Einmitt. Svo líka, náttúrulega Medúsan ennþá alltaf flex. Já, einmitt. Ég veit alveg að Yngvi getur spilað Medúsan átt að sé kannski ekkert uppáhaldið hans. Það var fyrir svona nokkrum mánuðum þá var Dúsa support eitthvað þing, er það bara dead núna? Ég held að menn séu mest að setja Dúsa, jú, hún alveg spiluð sem support, en það aðalega bara ef það búið að counter hana það mikið að fólk vill þarna fá betri core matchup, sko. Einmitt. Treystir ekki á að muni skila sigri þannig. Já, Silence einmitt líka, þeir spila það mikið og Silence svona einn af þessum svona obnoxious supportköllum þarf í raun ekki neitt til að vera geðveitt pirrandi, þannig að það Já. meikar fullkomið sens að henda honum út. Þeir vilja ekki spila á móti Prophet. Nei, það mjög skiljanlegt. Þeir eru náttúrulega eiginlega með bæði Yngvi og Bergur eru rosalega öflugir á Furion og svo spilar hann líka. Hann spilaði hann á móti ykkur, og það ekki? Jú, hann spilaði hann á móti okkur í held ég seinni leiknum ef maður rétt. Þannig að þeir eru með rosalega mikið flex á þessum Furion og þetta náttúrulega bara viðbjóðslega sterk hetja í dag, sko. Bara í meiri svona einhver bönn bara gegn Dúsunni. Já, ég skal veðja peninga á að óreiðuhnakkarnir munu pikka shaman einna, en við sjáum til. Þeir eiga eitt bann líka. Við höfum séð, það ekkert bann komið á hrannar enn sem komið Shaker og Ember, það svona lukka bæði playable á móti Pango. Shaker kannski betra. En ég held að Emberin sé svona bara frekar gott counter á hann, sko. Já. Spurning hvort að þeir fari í það. Ég vil kannski sjá meira. Passa, sé ekki einhver... Já, ég meit, eins og Shaman væri alveg sterkur á móti Ember, sko. Það alveg rera að það búið að peka 2 kóra í first phase-inu. Þetta svona kannski óhefbundið með við það sem lið yfirleitt pikka. Já, það halda bara áfram að targeta bönna á Snorra. Já. Grimmin getur verið mjög svona... Getur verið rosalega sterkur ef þú setur hann í lane með einhverjum ljótum meðleika sem hann að hoppa inn og nýta sér yngsvelið rosalega vel. Pikka saman eins og... Skulda með pening. Já, líka Grim Weaver eitthvað svona, við vitum að... Já, einmitt. Að það tried and tested combo, sko. Er Arneus sem spilar Shamanin? Sko, Högni, býtum nú við. Ég held að hann hafi ekki verið á móti okkur, sko. Spurning hvort að hann sé standinn. En Arneus 5-man, sko. Já. Ef ég mann rétt. Og það hann sem að spila Shamanin. Primal. Akkur pekaði Primal hérna. Er það bara... Ég veit það ekki alveg. Hann vist sterkur núna, sko, en... Hann getur verið sterkur á móti Pango til að þú getur bara BKB-að og gripið hann, sko, í rúlinu. Ég myndi halda Shaman væri svona fínn á mótunum, sko. Fyrir BKB það að segja. Sko, einmitt, það sem ofta sterkt við Primalin á móti Pango að þá ertu með einhvern ranged right clicker sem getur svo bara drepið hann og meðan þú heldur á honum. Einmitt. En Yngvi hefur verið að spila Primalin og þá náttúrulega Medúsan já, ég meina ef þetta fer þannig, þetta er Medúsa offlane. Ég meina þetta væntanlega mati á klokk Medúsa hljómar alveg bara svona decent. Já. Dúsan bara eitthvað fyrir aftan tanki og klokk eitthvað að nagast. Já, sko ef að þetta endar á því að vera Primal safe og Medúsa offlane þá er ég svona smá hræddur kannski að þeir gera ekki nóg mikið damage og ég einhvern veginn svona hefði haldið að þetta væri Primal safe út af því að ég ekki viss að Bergur spili Primal það mikið. Nei, ég man ekki eftir að sé hrannar á Primal heldur, sko. Nei, einmitt. Vend, það væntanlega fyrir Högna. Ég skal eiginlega aftur lofa þér þeir pika Tide eða Axe hérna. Mér finnst Tide svona kannski lukka betur. Já, mér líst ágætlega á Tide, sko. Getur bara últað þegar Primalin gerir sér líklega. Axin kannski ekki með frábært target til að hoppa á. Dúsa verður... Sérstaklega ef þetta offlane Dúsa þá þetta helviti tanki kallar hjá Arena, sko. Já. Ég veit satt að segja ekki alveg hver að fara að spila klukkuna af supportunum. Nei, ég hef séð Mati, hann allavega í skrimma móti okkur, þá spilaði hann klukkuna. Ég efast ekki það að Snorri getur líka spilað hann, sko. Nei, ég held að ég hef séð Snorra einhvern veginn á klukku og þú veist, sennilega báðir bara fínir á henni. Þetta er offlane Sand King, þeir eiga þá Ásinn og QD eftir. Já.
Sand King er þessi þriðji offlaner sem að þeir fíla. Þetta er Tide X og Sand King svona aðalega. Já, ég myndi ef ég væri á rauðinhakarnir þá myndi ég horfa til þess að pikka kannski Lifestealer. Já. Ég veit að Cody er rosalega öflugur á honum og Einmitt. hann er fínn á móti Primal. Ég myndi það er spurning sko að rýna við væntalega þeir þurfa eiginlega klárlega annan support og svo myndi ég halda Hrannar þurfa ennþá hetju. Spurning hvort þeir tæki hana núna til að venda hana frá bönnunum. Vita að Pango er mitt hinum einn sko. Já, taka Emberin. Eller Emberin frekar en Shakerinn, það er kannski... Já, með grunar að þeir séu að reyna eitthvað að flexa sér með dúsu, mögulega. Já, Pikka eitthvað, maður sjá, hver á lastpikkið hérna? órauðunhakarnir. Úrriðnakarnir eiga lastpikki, ok, þannig að þeir geta ekki allavega komið á óvart með Ég myndi mjög sterku offlane pikki, sko. Er að rýna bara ekki að fara að banna Lifestealer og Ursu hérna? Mér finnst báðir svona hljóma ágætlega á blaði. Já, sko, ég veit allavega að Cody spilar rosalega mikið Lifestealer. Hann hefur spilað eitthvað Lúnu held ég þegar hún var þarna í litlu deildinni, rosa sterk. En jú, banna Ursu. Hann spilaði DK á móti okkur með hann að Frost. Ég veit að þú ert mikill DK-indi. Já, Frostið er klárlega sko, öflugt hérna, sko. Já, Frostið er ekkit eðlilega leiðilegt að spila á móti. Þetta er bara þessi hetja er galinn, sko. Það mætti alveg eyða henni út. Já, sko, minnst eðlilega, ég var að spila Frostið svolítið áður en það var vinsæl. Þetta er þriðji fasetti núna í röðu sem er bara OP, sko. Þú veist, er ekki hægt að gera eitthvað í því. Já, nú eru þeir líka eiginlega allir fínir. Já, þú veist, það er líka... valið. Sem að þekkir alveg einhverja hetur sem að spila og maður fer alltaf sama fasettin að því heitir bara eitthvað rusl. Nei, en sko ég man bara þegar ég var að pikka þetta fyrst og þá voru allir ennþá í rauða og ég svona var að taka þetta stundum á móti hetjum sem að voru að söffara á móti slóðum. Þetta kemur svo mikið á óvart. Já, þú bara allt í einu ert bara með eitthvað 30% movement speed eða eitthvað og þú ert bara kastaði nokkuð spilum og náður ekki að drepa eitthvað og þú er bara fastur. Já, þú er ekki hrefti. Herru, þeir banna ekki Lifestealer. Það er áhugavert. Phoenix, ok. Líklegt að þetta sé bara support. Þeir eru ekki með mikið af leiðum til að drepa ekkið. Þeir geta í raun ennþá skipt þessu bara eða leina þessu svona nokkuð bara eins og þeir vilja. Emberin er mjög líklega mitt en annars er þetta svona daldúopið. Þó við reiknum með að Phoenix og Clock séu support. Ég held að Bergur hefur hann ekki spilað Phoenix eitthvað. Jú, ég held það. Mig grunar samt að þetta sé bara dúsa þristur, sko. Já. Ég held þeir muni pikka Lifestealerinn, satt að segja. Já. Fítna móti egginu, getur reitsa og reynda að drepa það. Ég reyndar, sko, Primal getur gripið hann og klukkan er með þarna húkinn í gegnum reitsið. Já, en ég meina Primal getur gripið hvert sem er, sko. Já, ég held að Lifestealer allan að vera ekkert svo slæmur. Já, Lifestealer er mest spilað hetjan hans og ég er sammála, hann lítur vel út hérna. Já, þú veist, þeir eru líka með góð target fyrir þarna Infest á Sand Kinginum og Shamanunum líka, hann fær blink. Já, einmitt. Ég er alltaf að hugsa þetta til síðustu sekundu. Kannski að ég randomi bara. Það væri stemming. Nei, þeir fara í Gyro. Ok. Áhugavert. Já. Þetta er support Primal líka. Já, og þetta er Bergur Phoenix. Ok. Þannig að þetta er Phoenix Clock og svo Primal Dúsa. Já, ég fíla það svo sem alveg, sko. Við erum með mjög allavega svona aggressíva supporta. Við viljum báðir bara hoppinn og valda usla. Og fokka supportunum upp hann að hinum meginn, sko. Já, Klokkinn er náttúrulega rosalega góður á móti Shaman. Já, spurning. Kemst á hann. Mér líður eins og óreiðunhakarnir sé ekki með mikið damage fyrir hann að þessi Gyro komið með 4-5 item, sko. Nei. Náttúrulega Sand King og Pango gera svona slatta A og I og allt það en þú ert með Phoenix heal og þú veist, þú þarft helviti mikið til að drepa dúsu þess að það. Já. Það er svo með Pango á móti dúsu, það er alveg einhvað. Fyrir væntalítið diffu hérna. Fyrir diffu og passivin er líka rosa sterkur út þegar hann slóa svo mikið attack speed hennar og... Hvor fasetin er þetta á vend? Er þetta
Þetta fasetinn sem að skeilar þarna held ég með Fleiri creepum sem að hinn gæðin ef óvinnurinn búinn að drefa mikið creepum þá Þannig að stratti að þú býður eftir að dúsa þér ekkert eðla feit og one-shotar hana svo með kúi Já, ég held það Það næst stratt Cromwell auðvitað, við sáum ekki Timbersaw bannaðan Sko ég hef aldrei séð Cromwell spila Timbersaw en hann alltaf bannaður á mótunum þannig að við til dæmis bönnum hann bara líka þegar Já, ég held bara að þeir vita að með dúsupikkinu þá eiginlega engin séns að þú færir að pikka Nei Timber á móti því sem óriðanhækandi smóka bara á 0-0 Þeir eru með eitthvað stratt Ég hef einmitt séð á mikið spila gærokopter en það hefur verið sem support eiginlega engungu þannig að þetta er svona smá Já, ég meina ef þeir komast í eitthvað rosalegt leikgeim þar sem að muni komið með Satanic og Daedalus eða eitthvað þá Já, þá einmitt á móti verður held ég erfitt fyrir að rýna að drepa gærokopterinn sko Já, þeir eru komið 2 supporta sem vilja hlaupa inn býtum við, finna hérna Ingva Lítur að deyja hérna Ég er líklega döður Sannar tipparum hérna, þetta er Steindauður Svet moral hérna strax Já, góð byrjun, þetta er bara mjög solid Ég held að hann hafi meira sem nota mango til að reyna að lifa þarna sem var kannski full bjart sínt en heiðarlega tilraun og rauðinhakarnir er mikið svona grúppuplið sko þeir svona vilja helst að Cromwell eigi gott lane og reyna svona að íta honum áfram með teamfights og leifa svo Cutie bara að farma svona þeir eru smá spila 4 í svona deathstack til að byrja með Já, það verður áhvert að sjá hvernig miðjan fer sko því að Rannar með næst træ og snæp en er ég ekki Hvað skillaði Primalinn? Hann er ekki búinn að skilla Nei, spurning hvað hann skillar með eitthvað nörda Matti að nörda yfir sig þarna Já Spurning hvort að Gyro reyni að ætla að reyna að blokka en Ég hugsa hann á, nei hann það fer alltaf inn í turnin eitthvað hérna Bergur auðvitað með attackslóið Næpti næginu Ánægð með það Já, þetta áhverð sko Primalinn fór hérna í nýja fasetinn sem gefur manni stakka þegar hann er silensaður eða rúttaður eða hvað það er Já. Ekki, jú, stönnaði líka Já, var áður held ég að þess að þú fyrst ekki fyrir silence að hann er búið að breyta því Já Er það líka fyrir slow eða? Nei, rútt held ég fyrir hann slót Miðjan, þetta er rosalega treytind í gangi Já, báðið mjög low 5 lastit á haus Báðum en komið 3 til næja á emberinum þannig að það er eitthvað Já, þetta er samt svona þeir þurfa báðir að passa sig miklar comfort hittur báðum megin Já Nice dodge Cromwell, hann á ekki mana Það er low hérna, hann ásamt mana núna fyrir hoppinu mikið creeps á Já, hann getur ekki held áfram sko Botlið komið á Cromwell og er á leiðinni á hrannar Já, á stabílis verður þetta aðeins stabíla hérna Nice dodge Sér að þetta er algjör embelúði sko Hvernig er hann að slastitinn að fara á hinum leininum svona aðeins betur fyrir að rýna Medusa og þarna Phoenix er með nokkur næði þarna meðan hinn er ekki með Já, ætti svona líklega að vera nokkuð þægilegt lane bara fyrir Phoenix held ég Já þessi Phoenix heitir hann alltaf fáránlega sterk sko Já Fáránlega sterkur laner Líka með klukkuna með sér sko Tekur engin money creepið hana Tekur sus Þetta nægði ekki einu hinum megin Meira harassa Bergur hérna Meira grípan en hann kemst samt út úr range að turninum Það er dáið sennilega Já, þetta var smá spól þarna en hann slapp með það Þeir eru
Cutie, þetta er alvöru dæmi. Þetta er mjög aggressív hérna. Herðu, Halló, Hafnarfjörður, sko. þetta var Þeir eru gjafmildir. Herald dive þannig. Já. Já, mjög gjafmildir. Þetta var, sko, Gyro var neðstur í CS-unu og núna fær hann bara að farma 1-2 wave í friði og Já. sá ekki, fekk hann double killið eða var þetta 1 og 1? Já, fær double killið þarna. Þetta er að reyna smá að gera sér lífið erfitt. Þetta dive, þú veist, þú þurftir ekki að fara í það. Þeir halda bara áfram. Þeir vilja drepa hann að Gyrocopter, ná því núna. Fengu þarna fullt líf allana fyrir að deyja og koma tilbaka Já, bara swingin. þetta er bara þú, ef þú reynir nóg oft, þá endanum nærðu því, sko. Primalinn eitthvað að pulla og hann er ekki búinn að taka neitt í húið. Nei. Ég veit ekki, ég hef ekki hugmynd um hvernig maður skillar 5 Primal Beast. Sýnist hann hafa bara verið að fókusa rosalega á að þarna púla small-campinn, sko. Já, hann tekur væntanlega kúið næst, myndi ég halda. Já, einmitt, í lög 4 þá. Já, hlýtur að vera með 2 í tramplið, sko. Spurning hvort hann vilji bara fara að trampla á þá. Drepa margt. Kemur hérna. Þetta verður mikið damage. Fær bæði stönnin út. En Högni er núna bara... 5 snakkar, held ég. Já. Út af stönnunum. Nú séu hann að búlja það bara út. Dúsan er bara chillin. Mitt, það er 25-25. Þetta er bara... Gæti ekki verið mikið jafnara hjá félagunum. Klukkan dó aftur. Það eru eitthvað í víga haug hérna niðri, sko. Það er þess að klukku langar alveg að fæta, sko. Þessi klukka er svona bíl. Þeir taka treytinu þegar þeir treyta HP á klukkunni fyrir Gyro en hlýtur að vera, en samt svona... Bergur ætlar að fara í power trade, spurning hvort hann ætti kannski frekar að fara í tranquils eða eitthvað, ég veit það ekki. Getur hann haldið þessu treytrugli svolítið áfram endalaust bara. Nei, Arnihaus. Shaman lappar hann að daldi. Minnisvitt, sko. Þeir vilja hérna. Flakkið er búið samt. Já. Sjáum að Creepin komið mitt til að stoppa Sand King er að ströggla núna, sko. Dúsan er 20 last hits yfir hannum. Það er væntanlega bara þessi Primal hann að mana upp á þá. Svolítið low núna. Primalin er þetta næja rosalega mikið að creeps bara með því að... Þú sér að hann sandstormar bara ekki nálægt creepum, sko. Hann er bara sandstorm einhvern veginn. Já. Og reyna að fá 1 kamp og eitthvað að fokki þessum Primal, sko. Þeir fá... Það er Rune Secure. Blómið. Þetta lítur að vera kill. Vel spilað hjá Arnihaus. Hefur þið geta gefið síldrúnið á Cromwell en það er svona kannski óþarf að riska það. Þessi klukka er með einhver svona áhættufíkn vandamál. Herru býtur Bergur solo er samt Cutie hérna. Lucky. Hvað fer þessi Phoenix í? Fer hann í Halberd eða? Held að hann farið mögulega bara í Shivas fyrst, sko. Bara beint í Shivas. Eða kannski klárar hann hann að uppgreita örnið sitt upp í Solar. Nei, Solar. Spirit Vessel. Það er væntanlega ekki Rati Phoenix. My favorite, medium rare. Nei, ég veit það ekki. Ég held að DM hafi mestir að spila þetta í sko prósunni. Hann ætlar bara að drepa. Ok. Kemst á lokrandi en komast niður. Þú veist, þú vilt ekki vera bara að eyða tímanum í að dodsa. Nei. Dodsa eitt feitan Primal Beast. 20 deny á Medusunni. Já, þetta er röff. Spurning hvort að Vents þurfi ekki bara að fara að stakka fyrir hann og hann maxi Sandstorm og reyna að katsa upp einhvern veginn. Já, ég svona hefði haldið að kannski rétta playið hefði bara verið að fara fyrir aftan turninn og reyna að farma bara alltaf smallcampinn sem hann er að reyna að púlla, sko. Hvernig voru Wisdominn? Það var væntanlega bara 1-1. Já, allavega fekk Vents 1, já. Herru, það er dive. Primalinn kominn helviti sterkt að vera með Primal til að dæfa. Cancela sjakklið, Bergur er svona low. Já, en hann er með egg, hann eggar hérna.
Mati er samt mjög aftarlega. Hann er... Eyran. Þeir Verður að kjúklingi. sakka bara sjaman þetta. Já, þú er ekki að fæta henni ekki. Ég hefði nú alveg... Lengin var alveg... svo Já, lífi. hún var healthy sko. Cromwell á ról. Ein á Hrannari. Þetta getur verið hættulegt. Hann á stík. Döður. Spila. Það er að bíða bara eftir mana hann líklega. What did you learn? Fleimar. Snorri er komið niður að taka creepin frá Bergi. Bergur er væntanlega snarbilaður á voice. Núna er Dusan bara untouchable held ég, nema þeir fari í svona 4-man rotation og mun bara póka hennar Sand King út. Já. Það eru rosalega erfitt að spila á móti Dúsi þegar hann er komið þennan stað. Já, fyrir spurning hvort hún fari bara í first item Manta, það virðist vera lenskan í dag. Já, kannski svona jákvæða fyrir Sand Kingin er að Dusan allavega þegar hann er komin á þennan stað, þá vill hann oftast bara pusha út veifinu og fara svo að farma jungle og þá kannski getur hann fengið svona leiðarnar af veifinu. Það er svona feels bad að vera einhvern veginn búinn að ströggla hart í leininu og fá svo bara alla stundum til turninuðinum á meðan óvinna Ástin er að taka veifið og junglin sko, en það er allavega eitthvað. Hrannar hérna. Í vestunni hérna. Það er hérna Nice heglar. Eru þeir með damage í þetta? Það er báðir svo portarnir að koma. Gott gaf. Áttir Hrannar spilaði þetta bakka. Arniður sem kom með snákana notar það ekki samt, það er kannski geta trappað ræmalina vel. Ég held að Hrannar hefði mögulega getað lifað þarna. Átti kannski ekki remnant samt. Bergur bara kvættar fítar courier hérna. Er hann að beita? Hann hoppa ekki bara inn í það. Hann er með jú, ég meina að þú ert með egg. Út í miklu vesinni. Þarf ekki einu svona eggja, vel spilað. Forsa líka Shaman rotation sem að gera ekki neitt en hann fer svo sem bara að farma creepin. Hrannar er að koma niður. Þeir vilja bara held ég taka hann turn eða róta þetta upp á SK. Já, Emberinn ætlar að fara upp. Komið með stóra orbin. Já, hann er myndast. Missar chainið, getustarnið. Vá, hann lifir. Herru, Hrannar á ekki rennan. Hann á einn. Já, hann var með pleysað. Æjæjæj, næri ekki að slóa hann með shieldcrashinu. Hrannar ætlar bara að klartja sig upp þarna greinlega. Hvað þættið er að remúa þetta tónt úr leiknum? Bara þetta tónt eða öll tónt? Bara aðalega þetta tónt. Ég veit það ekki. Bara ekki gera það, sannlega. Hattar þetta tónt eða? Ég hugsa um þetta í hvert skipti sem ég heyri þetta lag sko. En það er kannski bara ég sko. Þúra er núna í bastli, hann er ekki á klára últið sko. Já, hann á líka... Hann grípur ekki þetta. Hann últaði hann ekki. Já, það er ekki gripið hann það. Já. Spurning hvort hann... Ég haldi að hann myndi lifa og vildi bara beita út últið en... Safe play var klárlega að grípa hann þarna. Dusan er hann helviti stór sko. Hann er bara... Vittu nú við, snákar. Nær að últa. Það er með snákana. Það hleypir bara í butu. Stakkarnir eru að hjálpa honum með það. Já, ok. Þeir eru á neutral. Er Dusan með hann af movement speed facetinn? Er það ekki... Ég held að Kari... Nei, hann er ekki með hann. Þetta? Ég hef þetta aldrei séð þannig. Það held ég oftast í þarna... að slóa takkspeed og það dæmi. Uppar volleyinu, en... Þúra er döð. Cromwell, þetta er geggjaði kokkar fyrir þá. Hann kemst ekki þetta í gegn. Þeir eru ekki að fara að drepa þess að held ég. Þeir eru þannig allir að mæta. Cromwell últinn er búinn, þannig að... Bergur á ekki egg. Nei, þeir fara inn. Hookshot þarna. Cromwell deyr. Já, þeir eru bara... Þetta er vibe, sko. Náður ekki Shaman.
á Hrannar ekki neitt. 3 sek, hann á keðjur svo líka. Vá. Þótt að skorið sko sé bara 7-11 þá þetta er þetta samt eiginlega... Sérðu farmið á dúsunni? Holy smoly, sko. Það er 7k networkmunur þótt að staðan sé ekki nema þetta, sko. Þeir ákveða að fæta þarna til að reyna að verja stakkana sína. Þetta er svona, svona ef ekki núk þá hvenar pæling, sko, sem er alveg... En eins og þú segir, Pango 8, últið var eiginlega búið. Sand King er bara ekki komin online. Já, ég held að Cromwell hefði bara þurft að snúa við og þeir eru allir myndið að fókusa klokkin. Hann var hann out of position en náði vondum cogs fyrir rúlið, sko. Spurning hvort að Túra hefði þurft að fara í first item blink, sko. Hann er að fara í Bloodstone-in, sýnist mér. Já, ég veit ekki alveg, eru menn ennþá að fara í Bloodstone-in? Hann gerir ekki lengur stærri spella. Nei, ég held að hann væri dead á svona kalla, sko. Bara eitthvað á Lessrack og eitthvað. Eru án húk, já. Spurning hvort hann hefði ekki séð hann eða. Nei, hann er alltaf börruðið, sko. Já. Klukkan vill eitthvað samt, sko. Hann er... Já, Matti er náttúrulega... Þegar hann titrar af spenningi, sko. Hann vill drepa fólk. Þráir ekkert meira en að húka sig þetta inn, sko. Helst bara því dýpra því betra, sko. Hrannar er með regen rune. Það geti verið stórt. Það er eitthvað svona smá ambús, það er allir mjög varkarir. Dúsan er bara alveg í friði. Gyroin er hann að niðri að jungla. Það er kannski ekki alveg optimal, hann er ekki á neinu leini. Dúsa er að fá 9k á meðan Gyroin er efstur í sínu liði með 5,2. Þetta er smá. Já, Phoenixin er líka rosalega styrna leik, sko. Það er mjög erfitt að berjast inn í hennan Phoenix. Einmitt. Hann er reyndar ennþá í level 11 sem er svona... Þegar hann fær level 12 þá er... Gyroin er hann með Spider Sense. Hann er pingaður af... Gott TP, hann kemst út. Hann kemst út. Já. TP er topp líka. Efficient TP. Þetta var vel gert hjá honum að fatta bara, herru, þeir eru allir missing. Ég er hérna einn bara á þessum helmingi á mappinu. Ég er í bobba hérna, sko. Vel gert spurning. Þetta... Klukkan hefði getað nota rockets eitthvað til að skáta undan, en það er alltaf... Það er auðvitað að segja það, sko. Einmitt, Primalin er að fara í Aetherlands. Þetta er áhugavert build. Þetta er eitthvað funky. Er þetta ekki bara eins og þú sagðir? Þetta er bara til að stoppa Pangoinn? Jú, akkurat. Hann er samt ekki að fara í BKB. Ertu með no range á grabbinu? Ég veit ekki alveg hvernig það funkar. Ég held að þegar þú grípur hann, þá pullar hann á þér. Og þá mögulega stönnast þú. Já, þetta er geggjað, sko, ef þú stönnaði ekki. En ef þú stönnar sjálf aðeins, þá er þetta svona ekki alveg, af því að þá náttúrulega cancelast greipið. Já. Við þurfum eiginlega að sjá þetta í praktík, sko, hvort að þetta sé snild eða ekki snild. Fylgjumst vel með því, ég hugsa að þetta sé pælingin, sko. Ekki það að grabbið er náttúrulega bara solid á hvern sem er. Já, nákvæmlega. Komið Diffu á Pangoinn. Rosalega mikið dæmis hérna. Nú bjargað. Eirik ætlaður. Bara fyrir inn. Spilum við. Snorri vill meira. Nær ekki að grípa hann var upp á hæggrandinu. Já, ok, Hrannar finnur. Samuel og þeir deyja. Þeir ná klukkunni. Eru þeir ekki bara allir döður þarna? Jú, þessi Shaman er 100% döður, sko. Hann er ekki komið blinkað eða neitt. Það er einu svona stemmingsjakli. Já. Bergur stelur killinu. Það var bara klukkunni. Herru, hann er að fara í reyti. Ef hann var ekki að eiga svona geggjaðanleik, þá fær hann held ég ekki í reyti, sko. Nei. Ef þetta væri even game, þá einmitt, eins og segir, þá fær hann bara í... Fær hann í Sivas eða Halberd eða whatever. Spurning, sko, ég held að Halberd væri gott fyrir óreiðmakkana, en það er helviti dýrt item og kannski ekki frábært fyrir neitt að builda þarna. Nei, helst tankingin er hann er hálf komin í annað build, sko. Ég meina hann er hálf committar í Bloodstone og ekki með blink, sko. Já. Þannig að það verður engin Halberd allavega næsta korterið 20 mínúturnar, sko. Það er ykkur að beita með bombdýróni. Nei, mér finnst þetta svolítið sérkynlega Bloodstone, sko.
Sérstaklega líka út í að, þú veist, hann lifestealar ekkert á dúsunni. Þú átti líka bara svo vond lane, sko. Já, akkurat. Ég finna Berg. Hann flýgur út, notar ekki eggið. Geggja Cox á 2. Cromwell. Hann kemst út, fer á kokkana. Þetta er nú kokkana snúandi. Illa körft rúll hana. Ég sá ekki hvort að Mati hafi skotið með. Jú, hann sparkaði þessum kokk. Var þetta viljandi play eða þetta var hella play eða þetta var viljandi? Hann er að fara bara í pavís, hann er bara að tanka upp, komið með blade mail, það er, þú veist, erfitt fyrir á meiris að drepa klukkuna, sko. Já. Það er bara, allar hitjurnar þarna eru eiginlega unkillable. Já, líka þú veist, þetta er langt BKB hjá Gyro, þannig að... Komið með Aghanim, þannig að hann getur farma hratt, en hann er svona einhvern veginn eini sem er ekki í glötuðum málum. Mati er að leita á honum. Hann á ekki húk samt. Það er langt í húkinn. Það eru 10 stygg. Leikmeilið! Hann á ekkert líf eftir eiginlega. Hvað er Sand King? Já, hérna, þeir mæta. Þetta var, ef þetta hefði ekki verið solo mission hjá klukkunni, þá... Þetta er ágætið space, hann forsar 3 TP á sig. Já, gefur samt alveg ágætlega mikið gull, sko. Já, þeir fá samt svo mikið map control á þessu. Já, þeir eru allir helviti ríkir. Held ég að fara í Tormentor þegar hann fer upp. Þeir eru svona eitthvað grúpa grunnsalega þarna. Eða ætla bara að taka hann niðri. Já, ég held þeir nálega klár. Já, þeir hafa tíma, sko. Já, þarna, hrónar að koma líka. Þannig að þeir verða 4. Þetta er bara til. Dúsan fæði vantarlega ekki mana í þessu heali þarna. Nei. Þetta er counter. Þetta er big counter. Herru, hann er komið butterfly líka og er bara komið inn 1/3 leiðin í skati, sko. Þetta er helviti stór snákur, sko. Já, þetta er orðið mjög flókið, sko, fyrir þá að kljást við. Þeir eru ennþá með tier 1 uppi einhvern veginn. Vend sinn virðist alltaf að rössa Aghanims. Ég hugsa kemur óvart að þessi Aghanims eru til áður en að leikurinn er búinn. Spurning með, þú veist, forstaff eða eitthvað svona aðeins minna item. Er ekki búinn að builda neitt í hann, sko. Ég ætla að reyna að ná þessum midturni. Þeir eru með katapult að lemja, en Mati er hérna á hæggrandunum fyrir aftan á. Skátar hérna. Hann er með 1400 health og blade mail. Tekur enda gott damage þannig. Kemur Hrannar. Hrannar hexaður. Hann er ekki trættur, sko. Góður húk á sjamaninn. Hrannar vill mentið. Það er þessi kokkar hrikalega leiðilegir fyrir hann. Herru, þarna er þetta. Herru, hann grípur hann! Þetta er genius. Var út ekki búið þannig? Ég veit það ekki. Hann stóð inn í honum. Hrannar er smá að deyja hérna, hann deyr. En það kostar líklega alla aðra. Flying á ennþá hoppið. Ætlar hann ekki hoppinn? Jú. Túra, hann á stönn. Hann kemst út. 4 fyrir 2. Já. Ég ætla að segja ekki svo slæmt en þetta honestly er bara frekar slæmt, sko. Gullið samt þeim í hag. Hann missaði hennar turn svo sem. Já, þeir eru alveg stegir í þessum fætum, en Dúsan lifir enn og hún er náttúrulega það sem mun gera damage á turna og svona. Já, hún er svona final boss hérna. Komið Rati líka núna. Hvað er sjamaninn? Sjamaninn er ekki komið blink eða nokkuð. Nei, hann er fór í glimmer. Já. Sem er örugglega gott innan, sko. Já, þetta er erfitt, sko. Þú ert með Primal Beast og klukku sem að dæfi í smettaður og svo er egg hann að bakvið. Já, það er komið Sand King Bloodstone. Það er nú alveg eitthvað, þótt þetta sé kannski ekki metan í daglengur. Hann getur alveg hílað eitthvað, slappað í fætum ef það eru 4 gæðar standandi á honum. Við sjáum Cromwell líka, sko, hann er lægstur á kórunum í svona liði. Það sjáum það nú yfirleitt ekki, sko, hann er... Þeir vilja hafa hann ofalega svona í early mid game, sko. Já, já. Svona er þetta bara þegar maður er tempo setterinn og það gengur illa, sko. Já, einmitt. Það er blessing and a curse. Fara þeir ekki bara að taka Rossarina, bráðum? Jó, þeir eru byrjaðir á því. Byrjaðir bara. Þetta verður ekki hraðasti Ross í heimi, en það er ekki séns, held ég, að gengju
dróna minn. Pennarnir. Veitu hvað er þetta? Þetta sé einhverju pennar. Þetta er eitthvað, þetta er gildið þeirra sko. Ég man ekki hvað heitir eitthvað. CLX2 eitthvað. Pennar? Já, þetta er einhverju svona grafpennar eða eitthvað, ég veit það ekki. Sko, við bara vorum að ræða þetta í pubbi í gær. Eða, býtum við. Veitu, ég skil ekki hvernig pennar eru gildin þeirra. Við getum þurft að fá einhverja Já, þú varst að ræða þetta við stúdíómennina hérna. Já, ég fer í það eftir. Þetta er eitthvað svona old school íslenskt gild. Já, gild? Já. Þú veist, gildin þeirra? Já, það var eitthvað svona alvöru liðstemminga dæmi. Herru, Túra sleppur hann rétt svo, vel gert. Já. Komið skati á dúsuna. Klukkan er í brasi en þessi kokkar eru erfiðir fyrir bakku. Þetta er space. Já. Þetta er rosalegt space. TP-in. Turnin sig bara horfinn nánast. Jú. Gyroinn er bara að farma stakka líka í... Nei, hann klippið þeim. Það var alveg sniðugt við þeim að taka fætt hérna, 4-3. En svona meikis hann sko. Þetta er svona ef að þeir tapa þessum fætt þá er leikurinn búinn sko, þeir vita. Þetta er now or never. Sun Kingin er ekki með blink. Pangoinn er samt með blink, en ég meina últar að blinka svo inn og enda bara einhverju kokksúpu þarna. Ég held að hann þurfi bara aðeins að byrja að... Þeir eru góða, ná Hrannari og dúsunni. Hrannar þarf að passa sig, nær slætinu út. Það er grappið, já, herru, þetta er snill. Hann spilaði últinu? Nei, það flýtur að vera últinu að það er bara búinn. Dröpu sig. Dúsan er að deyja en hún er með eitist. Hún er samt ennþá lifandi einhvern veginn. Hún er ekki fræg að mana í hálftíma. Hvernig er hún á lífi? Kútja drepur hana, er bjargað en fer beint í faðminn á Phoenixinu. Það er alveg reyti tikk hérna í gangi. Arniður sem senda híl í gegn, en ekki lengur. Það er ekki bara beysið þeirra horfið núna, eða? Jú, það er... Þeir eiga reynda tier 2 uppi sko, en ég meina... Splittar ekki diff. Þeir er bara að taka þetta og taka mitt og... Alveg damage á Phoenix þarna. Hrannar ger ekki neitt í þessum fætt, með minna damage en klukkan. Þetta er mikið damage. Sáum Gyroinn gerir sitt besta og náði alveg ágætist tölum þarna, en það er bara... Þetta er svo tanki hetjur líka. Phoenix er líka bara það tanki sko að hann er að AOE að gaura og stendur ofan á bara backline. Já, og hýlar sína menn sko. Þetta er líka, Dúsan átti ekki mana í bara allan enn fætt sko. Nei. Alveg á limminu að bursta en það bara náðist ekki sko. Þeir respekta á respawnin, fara ekki ómikið mitt. Hrannar hérna. Stæla hérna. Já, átti remnant greinlega. Hérna kemur aðalmaður okkar Matti við Soli, hleypur inn. Og þeir. Það var smá fín. En þetta er space. Þeir eru allir low. Og nú er spurning hvort Dúsan geti ekki bara aðeins fengið að slá hérna. Dúsan vissilega misti eitið sinn. Já. Vantar hann ekki bara á klaffar, jú. Nú er sko turnin ekki lengur uppi, þannig að Dúsan er mun þægilega fyrir hana, bara að standa hana. Þeir eru að samt að passa sig, þetta er 4-5 sko. Þetta er rosalegt illu damage. Já. Vents er bara döð hérna næstu. Vents er náttúrulega ekki með item sko. Nei, væri ekki gott að kaupa strengtið eða eitthvað. Nettur það hann sé 4K og hann á 2 og 3 bara í vasanum sko. Það er svona... Sniðut að kaupa bara glimmer. Já, ég vil bara kaupa eitthvað sko. Ég held að Forstaff væri bara ágættur hérna sko. Já. Fær smá statta og gerir eitthvað annað en að soppa sko. Sandkingin er komið blink núna. Það er DD, Hrannar veit af henni. Hann fór í Mage Slayer, S&Y, bara svona stat-build einhvern veginn. Já, bara erfitt að drepa hann og er að... status resist og tanka upp og minka damage þeirra. Bara hljómar solid innan sko. Klassíska buildið í dag held ég. Það fyrir svo í Octarine. Held að menn séu mikið líka að fara í bara Shiva eða eitthvað en það kannski... Já, vill hann ekki bara leyfa Bergi að fara í Shivas? Jú, alltaf ekki. Þeir eru að smóka út. Sandkingin er sannlega mest á damage sem hann er að díla við þetta. Þeir eru væntanlega að leita Dúsunni. Dúsan er samt bara akkurat hinum megin. Þeir ágætist tímasetning samt. Þeir væru væntanlega ekki að deffa þennan tier 2 hvort þeir sko, en ég held þeir sé ekki að fara að finna neitt í miður. 26k á
vort eða eitthvað. 28 mínútum. Mati hérna á vortunum sínum, ok, breykast og Mati veit allt saman. Já, kom með sólakrest. Dúsa ekki með þeim. Herru, Cromwell, þeir eru að reyna að ná honum. Új, Finnum ekki. Það er Histrún. Það er helvítið hröðir risaðilega, sko. Hvað, var Dúsa að klára item eða eitthvað? Hún var eitthvað... Pældi að vera bara dótakall í, þú veist, ekki alvörinni, en... Og svo kemur bara þessu gæði með Histrún á þig. Bara risaðilega og hleypur yfir þig. Herru, Hrannar, finna Hrannar bara easy peasy. Hann spilar hann þessu, ég skil þetta ekki. Ha? Það er egg á high ground. Það er gott ef þeir disengagea bara. Sjaman reyndar nærði ekki. Mati viftar. Hittir ekki, ok. Já, mér finnst Kuti alltaf að lifa hérna. Eða hvað? Bergur BKB. Hvar er risaðilan? Hann fór í hináttina. Mati... Hvað það inn í konkana? Býttu nú við. Það er ekkert egg. Smá bast þarna kemur risaðilan. Þeir eru aðeins að hjóla yfir sig, held ég. Snorri fýtaði þarna eiginlega til að bjarga Bergi, sko. Það er vörð eða Mati... í hans augum allavega, sko. Flýgur þarna yfir allt saman. Þarna er samt dúsan, því þeir eiga held ég ekkert í þessa dúsu. Nei, ég held að þessi dúsa sé seint að fara að deyja, sko. Mér finnst þetta volley reyndar ekki hitta, en... Ég myndi kæra þetta ef ég verið óreiður nakkarnir, sko. Cromwell ætti að sleppa, en hann mun vera ógeðslega og nei, geggjaður húk og þeir ná honum. Cutie líka, Hrannar mætti aftur. Átti Remnant aftur, sýnist mér. Ég held að Hrannar sé að setja niður Remnant yttar svo og kemur sterkur inn í seinnibilginni. Já, bara samt ekki gliffa lífi. Þetta eru megas þeir gliffa, en ég menna það eru 30 sig í tango. Þeir eiga buyback, kannski að þeir reyni að... Já, verður ekki að bæbaka, ég menna. Og fight down þess að þeir eru með Þeir ætla að fæta hér. Já, og Sandking hoppar blikkar. Ágætið geit, það er engin kokkar núna. Sannist að gera rosalega skada hérna. Cromwell nær ekki flying. Hann stönnast, hann náði ekki í hana. Hann var millimetr frá henni, hann stönnaðist í geysinu. Já. Já, þeir eiga bara ekki sjans. Nei, þú ert ekki með damage í þetta. Hrannar er seklaður. Býttu nú við. En hann er gripinn. Og slammaður, það er bara Sandkingan á lífi. Arniðus er bara eitthvað kjúklingur. Hann er að híla. Bloodstone er komið upp. Kom bara alveg þarna á síðustu. Þetta er bara overwhelming damage. Hætti sjappið. Já, ok, hann nær honum samt. Hann var hræddu við risaðaluna, held ég. Sko, hann keypti Eithellens, en svo blikkar hann alltaf bara ón á gæjan og slammaður. Þetta er svona, ég veit ekki hvort ég er að missa einhverju. Blinkið er lengra, sko, það er... Já, það er reyndar flott. Já, það eru engi buyback. Mér sýnist bara... Tjardsið er vendalega lengra líka. Já, þetta er búið svona. Nokkuð sannfærandi leinið, svona sérstaklega dúsuleinið kannski bara fór of vel hjá Arena. Já. Middi leit bara vel út svona fyrstu... Heldur hefðu þurft að púla smá shenanigans á óriðinu einhverjum að á topp. Fara bara fyrir aftan turnin og bara farma creepcamp og veiðið á sama tíma með Sandking. Þetta var eitthvað of static, sko. Það var Primalinn náði að svona á báða út. Það má ekki gerast. Ekki, kallað... Já, þetta var mjög þungur leikur. Hvað gerist í Game 2? Hvernig er að justa? Já, ég held að þið þurfi eitthvað að pæla allavega í þessu toppleini, sko. Já. Sandking Vend, sann að leita ekkert sérstaklega vel út, sko. Spurning, hvort þið þurfi ekki bara að gefa eina af þessum hetjum á Snorra sem þeir bönnuð ekki. Þú veist, þeir bönnuð Æjó og... Tusk og einhverja eina aðra. Ég man ekki alveg hvað það var. Ringmaster. Já, Ringmaster. Þú veist, gefa... Kannski Æjó, ég veit það ekki. Já, einmitt. Og allavega fá farm, sko. Já. En já, það verður hérna... Áhverð að sjá kannski lítið þetta að segja þannig sé. Þetta var bara smá overwhelming einhvern veginn. Onslaught þarna hjá Arena. Akkurat. Spurning hvort að við fáum nokkur skilaboð og komum svo aftur með leik 2 eftir smá. Ég held það. Wait, is he switching lanes?
Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brookie getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before. Já, komið sæl kæru áhorfendur aftur. Freki, ég lærði eitt í pásunni. Já. Það að Primal ulti instastoppar rúll. Já, sama hversu... Með eða án Aetherlens, sem Já. að ég ætla að beða hérna faglega útskýringu af hverju það virkar þannig. Sko, Primal ulti mjög skrítin spil, út af því að, ég meina þú séð þú veist Rubik stila Primal ulti, þetta rosalega svona... Þetta eitthvað skrítið út, þetta er að taka gæjan og einhvern veginn svona hreyfan, fattur þú? Þannig ég veit ekki alveg hvað... Er það ekki líka þannig að ef Bloodsíkar últa gæja sem grabbaður, þá missir hann geðt mikið lífa því hann að hreyfast þá mikið upp og niður. Jú, ég held að virki þannig. Ég held að þetta eitthvað svona mjög furðulegt interaktion, sko. En ég veit ekkert af hverju hann stoppar rúll. Nei, það er bara áhugavert því hafið þetta í huga, kæru áhorfendur. Já. Ég býst við að næsta draft sé bara það byrja að kikka inn. Óreiðunakkar áttu fyrsta pick. Wow, við erum heldur betur byrjaðir, sko. Já, maður sjá. Fyrsta pickið, já, var til óreiðunakka. Þeir banna Dúsu first phase núna. Já, og það er þeir skilja bæði eftir IO og Ringmasterinn. Þeim hins vegar drullu saman á Arena og pekka bara Hoodwink í staðinn. Bönnin eru ekki alveg, betur nú við, það var... Þeir banna Ember líka. Það var anti-mage bannin alltaf síðast á Arena út af Dúsunni. Þannig að þeir banna þeir bannuðu Pangoinn. Beast og TIE líka. Áðan, sem sagt. Já, Beast og TIE var eins og áður og banna Pango í staðinn fyrir EM. Okay. Banna Tiny líka núna. Spurning hvort að Cromwell sé sterkur Tiny og vilja ekki fá Sandkingin út. Inn, sem sagt. Hoodwink Riki, þetta strax eitthvað orðið furðulegt, sko. Þetta held ég bara safely neðra. Heldur þetta sé Riki Kari? Já, ég held að Yngvi hafa vel verið að spila Riki svolítið. Þetta svona, þú veist, bræðurnir geta, þeir eru helviti segir að pikka svona einhver kill lane, sko. Já, þetta lukkar eins og ekki nice lane, sko. Já. Lukkar eins og eitt lane þar sem að það eru nokkrum spellum kastað og þú ert annarkvort dauður eða í 10% lífum. Já, ég bara glaður að vera ekki að spila, þú veist, einhvern hlunk hann á móti þessu drasli, sko. Já. Sko,
Sand King bannaður, þannig að ég held að þeir pikki Tide eða Axe á offlaneið. Cromwell, sko Timbers, og þetta lukkar kannski ekki eins og frábært opening fyrir Timbers og Hoodwink og Riki. Ég hugsaði að pæli því, ég veit ekki hvað Högni spilar, bara til að vera fullkomlega heiðarlegur, sko. Þannig að... Nei, Venge í sísta... Já, þeir eru ekki að fara að pikka, held ég... Þeir fíla að bíða aðeins meir með QT-hetjuna, sko. Þeir eru eitthvað að velta þessu fyrir sér. Óker. Þetta er sannlega Högni. Já, þú veist, það er svona nokkra hetjur sem að maður vill eiginlega ekki pikka neitt á móti. Þú veist, þess að mist Shadow Demon vera svona. Já. Þú veist, ef að ég er að spila carry og það er pikkað Shadow Demon, ég veit ekkert það er ekkert gott. Nei, það er bara allt leiðilegt, sko. Þú þarf bara að sætta þig við það, þetta verður drefleiðilegt og þú verður ógeðslega sló og passið þarna inn í farnir og eitthvað. Og þú veist, það er sama svolítið með Rikkin. Það er ekkert sem er gott á móti Cloudy. Þú veist, nefnum bara BKB, basically. Já, ég meina, meiri segja að, þú veist, láta supportingin kaupa Forstaf virkar ekki þegar hann er komið sér. Nei, einmitt. Þannig að þú þarf bara að býta kúluna eins og þeir segja á ensku og þarna... Herru, Dawn, þetta lítur nú að vera túra Dawn, ekki nema Cromwell spilana, gæti verið eitthvað flex. Ég er persónulega bara ágætlega hrifinn af mid Dawn, hún er ekki mjög mobile fyrir utan ultið, sko, en... Já, ég væri alveg til að sjá Cromwell kannski prófa einhvern svona lane dominator, þú veist, eins og Huskarinn eða eitthvað, þú veist, hann er alveg góður á Huskar. Já, sérstaklega mótið eins og Ember, en Ember er náttúrulega bannaði núna og þeir pikkuðu Ember vitandi það að Pangoinn var í. Já, Hrannar er nú samt alveg með mikið af einhverjum svona meili hetjum sem hann spilar, en... Arena eiga svona lastpikkið, sko, það er svona... Já. Kallar eins og... Hvern er lastpikka? Kallar eins og Huskar náttúrulega að missa dálítið vægi ef að þú átt ekki overall lastpikkið, sko. Nei, akkurat. Hoodwink Riki. Ég held að Undying á Berg var eitthvað sem ég myndi fíla mjög mikið hérna, sko. Bara í Earthspirit. Er þetta mid Earthspirit eða? Ég veit ekki hvort að Matti spili... Ég veit bara ekki hvort að mid Earthspirit sé þeng, sko. Er einhver sem spilar support Earthspirit fyrir utan þinn mann þessa dagana? Er hann ekki frekar bad, eða? Nei, ég held að hann sé bara frekar góður, sko. Spilar Snorri ekki Earthspirit? Sko, Snorri og Ingu spila Earthspirit, en ég meina, ég held að Snorri hlýtur að pikka Hoodwink, eða ekki? Ég hef einhvern tímann lent í Earthspirit Snorra hérna í den, sko. Það var ekki góð reynsla, sko. Ég meina, Hrannar spilar Earthspirit, en ég er ekki viss um að Earthspirit sé hetja á mitt lengur, sko. Í miður. Gretar hefur reyndar einhvað verið að spila hana, en það er rosa stórt að þarna sparkið gerir ekki lengur auka damage og creep. Þú gast áður alltaf one-shot að creepin. Býttu nú við. Var ekki verið að... Herru, eitthvað að kúka þarna, sko. Á búið að segja við okkur að vera engin lóndrúið í þessari seríu, sko. Já, þetta er eitthvað... Herru, ég held að ég ætla að fá þig til að rýna í drafti á Arena. Ég skal taka drafti á óröðun okkur. Ég veit nokkuð vel hvað er að gerast þar. Ok. Við erum með tvo svona, einn melee og einn range support. Eitt fínan offlaner og ég hugsa við fáum QT-hetjuna núna. Ok, sko þetta er Snorri Hoodwink. Ég held að þetta sé Hrannar Earthspirit mitt. Ok, og offlane Londroid þá? Já. Og annarkvort Matti eða Ingu eða Rikki. Já, Rikkin getur verið support þá. Þetta getur líka verið Londroid carry, sko, ég veit það ekki. Þetta fyrir eitthvað whack, sko. Bare Necessities carry. Herru, Titan, þetta hlýtur að geta þetta verið Dawn Ás, kannski. Sko, ég er nokkuð veist þetta sé ekki ógömmit. Það hljómar ekki eins og svona Cromwell kall. Nei. Áhugavert. Já, ég veit ekki alveg. Vilja ekki Phoenix inn, ég skil það vel. Hvaða mid-hedju getur þú pikkað sem er góð á móti þessu? Londruid og ég held að DK sé ekki slæmur, sko. DK með purple með þarna bláa facettinn. Ég efast að Cromwell viti nákvæmlega á móti hvaða hetju hann er, sko. Nei, einmitt. Mér leiður svona eins og Arena vita ekki sjálfur, sko. Herru, þeir banna DK, þetta var greinilega gott call hjá þér. Já.
Ég held við þurfum bara að bíða sko. Já, ég bannaði ekki bara lifestealer, ég hugsa að þeir veit ekki alveg. Nei, ég banna Razorinn. Razor, ok. Þetta er support Rikki sko, ég veit það ekki. Það er ekki bara Razor fínna móti Lundrú, þetta er það ekki einhver pæling. Linka björnin og... Jú, Razor held ég góður móti Lundrú, sko. Gefur hann mikið mínusarm á líka múlti og svona. Þannig að Doom. Þeir virðast halda... Hérna á Bergi sé sem sagt ekki pikkuð. Gæró er opinn. Nú bara spilar Mati Hútving, veitum við það? Ég er ekki hugmynd, sko. Ég meina, ég held að hann geta alveg spila Hútving, en Já. ég svona hefði haldið þeirri Hútving að pikku að þetta væri Snorri, sko. En það meikar alveg sens að þetta sé að spila þetta Snorra og eitthvað. Kannski er þetta eitthvað meme-draft. Þetta lukkar smá mými, sko. Kannski er þetta Karri á Spirit. Necro, ok. Ég er eiginlega hissa á... Sko, þetta hlýtur þá að vera pos 1 Dawn mid Necro. Já, ég held að markmiðið sé að búa til einhvern risa Necro og vera með heal fyrir hann og svona. Já, ég held ég að við sé Cromwell á Necro. Ég meina, alveg meikar sens svona in theory, sko. Já, ég held að Earth Spirit getur verið sterkra á móti Necro. Kaupir Spirit Vessel og silencer hann lengi og svona. Getur líka svona isolated dálítið frá liðinu einhvern veginn, sko. Mér finnst Ogreinn svona því að það er ekki kannski neitt annað sem vill blottlusta. Nei, einmitt. Ok, þetta er svolítið skrýðið. Þetta er mitt, já, einmitt. Ok, þetta var support Rikki, það er rétt fyrir. Necro á móti Earth Spirit, það hljóma það ekki sem fínt lane fyrir Necroinn samt. Jú, ég held það. Ég held að Necro sé alveg sáttur á. Býtu, og þetta er pos 1 tight líka. Já, ok, pos 1 tight. Áhugavert. Langt síðan ég sé Jakiro offlane, sko. Já, Jakiro er bara fárlega sterk heti samt núna. Já, þeir eru að fara í, þú veist, ég veit ekki alveg sko hvort þeir fari í eitthvað svona Axe Magic, þú veist, gera rosalega mikið Magic damage, eða hvort þeir fari í meira svona right-click með þessum nýja rauða þarna. Ég meina, hann er allavega, sýnist með með rauða valin. Já, fer ekki í hérna Witchblade og þannig bild. Já, ég veit það ekki, sko. Það getur alveg verið. Ég held allavega svona gamla hobo-liðin til að spila Jakiro offlane er ekki alveg að öflug og að vara á þau, sko. Og að nerfa það smá. Hann fer í hann að increase damage á dual hann að takkinu. Já. Þannig að hann basically er með minna damage reduction. Ég held í level 18 er þetta, þú veist, er hann eiginlega bara að double attacka nánast. Þannig með 20% damage reduction á báðum attackum. Þannig að... Já. Já, það er sterkt, en þú þarf náttúrulega auto-attacka dálítið sem að... Já. Sem að einmitt indikata það að þú farir í eitthvað, kannski, attacker einn. Já, bara Mjölnir, þess vegna skilur við kannski eða eitthvað. Já. Mjölnir náttúrulega getur prokkað tvisvar. Já, það er reyndar fyrir eitthvað nötti, sko. Og þetta er þarna... Ingu er sérst með þarna Bare Necessities. Já, hvað... Þannig að hann er að fara að setja, hann getur bara verið með 3 item á hetjunni sinni, en þau gefa miklu meiri stats. Og hann er basically að fara, þú veist, að kaupa einhver 3 rosalega svona dýr en sterk item, þú veist, þess að ég veit að þarna menn hafa verið að kaupa þarna upgradeða diffúið og setja á hetjuna sína. Geta líka, þú veist, dispella bæði sig og björnin á sama tíma. Já. Ég held að Butterflies er alveg sterkt út því að þú fær ekkert smá mikið evasion frá því og lemur svakar hratt og svona. 30 seconds to battle. Sko, Lundrú er eina af þessum heitum sem að ég bara, svona... Big champion, maður. Já, Óger er með hann er ekki með learning, jú, hann er með learning curve. Expertise from the experts.
Sýnist ekkert vera að fara að gerast. Þeir með Katz þarna? Arnjus ekki með sjakklein. Það er bara full on fightina. Stórt kick frá Örspirit. Herðu. Snorri, vel spilað. Þetta var sick stund, sko. Það er tippið frá Örspiritunum, Hrannar. Sko, Dawnbreaker, Ogre á móti Londrúð Hútvink, það hljómar ekkert sérstaklega vel í mín eyru, sko. Fyrir, sem sagt, fyrir óreiðunakkana. Ég held að þessi Björn sé bara að fara að fýsta þarna, sko. Já. Og með Hútvink eitthvað að naggast, sko. Ég held að, sko, lykillinn að því að spila móti Londrúðið er að bara gera damage á Björnin. Þarfst ekki að drepa hann, bara halda hann low. Já. Þá er alltaf svona þrett á því að þú getur drepið hann, þú veist, ef þeir góða þig, sko. Einmitt. Já, Hrannar er að reyna að sanna Örspirit mitt sé ekki dead. Já, það verið erfitt, sko. Já, mér líður allavega eins og Necro ætti að geta farma vel á þessu leini, sko. Ég held að Örspiritin ætti ekki verið með neitt kill threat, sko. Þóra er að taka hell, hann er bara level 1, sko. Hann er ekki minnst með spellin sem klára hann eða. Högni er líka bara level 1. Já, þetta verður smá vond. Og svo ertu með Tide sem er að reyna að farma inn í Jakiro, það er svona allir læg með akkerið, sko. Já. Ég held að þessi Ríki sé nú örugglega bara að fara að hlaupa eitthvað að valda usla fljótlega, sko. Bara eitthvað að pöngast í Shadow Shaman, kannski meira en í Tidenum, sko. Já, ég held að það sé aðalega svona midlane, þú veist, mér sýnist að Arena hafa pick-up rosalega öflug sidelane. Það er ekkert joke að leina móti einhverjum Jakiro core, sko. Nei, einmitt. Jakiro er náttúrulega bara rosalega sterk hetja í leini, alltaf. Já, það er... Þú við, Högni! Stelur þarna stóra. Tippaðan. Tómatinum, sko. Hann er allavega komið með spellan sína, herru. Vá. Býttu nú við. Náðan honum undir turn einhvern veginn. Ég veit það ekki alveg. Líður eins og þetta ætti ekki að gerast, sko. Nei. Kannski bara hefur hann eitthvað átt. Hefur hann ekki bara oversteppað eitthvað? Já, sko, ég veit ekki, hann alltaf dó í level 1, hvort að það hafa einhvern veginn spilað inn í þetta. Já, það getur verið að... Hann er með ágætt last hit samt, sko. Já, það er satt. En QT er alltaf í smá friði, hann hafði að hjakkast aldrei á bergi og þeir þurfa að resetta smá. Það er ekki þessu púli, held ég. Nei. Shaman í hérna riverwalking. Og þetta er enda rosalegt play að fara í... Alvöru zooming hérna, sko. Já, nú er orðið betra, sko, að TP base og hlaupa tilbaka, sko. Já, einmitt. Býtum nú við, hvað... Var hann búinn að deyja tvisvar, eða? Nei, hann átti Nei, ég veit ekki alveg. Hann átti heldur ekki TP, Ok, sko núna er Cromwell allan að komin með... 2 áldafið sitt sem að ég held að svona muni hjálpa honum. Já, hann allavega lendir ekki jafn illa í turnirum, sko. Hrannar er samt. Já, Hrannar vill rúni, hann sparkar húnu bara og fer Cromwell bara í hitrúnið. Nördaplay hérna, setja iteminn í backpack og svona. Já. Alveg support duel hana. Alveg support inventory líka. Bara wand og... Fer hann ekki brown boots bara og... Herru, hann er samt að hann TP bara tilbaka. Heyrðu þeir... Hæ? Drepa þarna bara Longdrúðin einhvers staðar, skil ekki alveg hvernig hann var þarna.
Skil ekki á hverju Riki var að TP þangað. Voru þeir að dæfa Berg? Nei, sko, Riki TP-aði... Það er hann dauður líka, hann á ekki TP svo. Þetta er eitthvað... Hvað er í Nei, byrju, gangi? hann á stikk. Hann á stikkið sitt. Geggjað inventory, hann átti stikkin. Ok, vá, hann er vel spilað. Taka hann að báða korana á sellinum. Já, ég veit ekki alveg eins og segir. Sko, Dawn, þannig sé, hún er með jafnmörg lastið og Jakiro, þannig að þetta er nú... Titan er efstur. Middið er frekar even fyrir ef við hunsum þetta kill sem að gerast á hann. Já, líka sko, ef hann fær 6 á Já, Cromwell, þá er það hann að passa sig, sko. svolítið í leininu. Það eru þetta að standa þarna. Já, þú náttúrulega vilt það eins. Býttu nú við. Últar. Ok. Vond, sko. Þetta er alltaf endalaust damage, sko. Hann nær að reapplæja, hann á alveg steina, sko. Hann þarf að eiginlega geta out of range, sko. Hvað er í Held gangi? hann sé ekki að fara að deyja þarna, sko. Hann á samt 3 steina, sko. Hvernig sér hann eiginlega? Þetta var mjög skrítið duel, en... Já, hvernig var hann með vision? Var hann bara að giska? Já, sýnist það. Kannski, ég veit ekki hvort hann sér effektið. Já, það getur verið. Ekki bara stendur inni. Túra... Vel spilað hjá Snorra. Þessi var á limminu, sko. Berjast um Lotusinn. Já, erfitt að berjast við Lone Druid, sko. Hann er outnumberar að því, sko. Þeir eru eiginlega bara að vinna hérna síðan með botlaneið, eða ekki? Jú. QD er í hærra leveli, með aðeins fleiri lastið líka. Hendar nokkuð deny á... Góa samt aðeins Titan. Já, Titan er samt með... Er hann ekki með blóm, eða? Jú, blóm og einhver stykk. Býttu nú við. Snorri mætir í bakið. Þessi Hoodfinger making plays, nær bodyblokkunum. Getur Arni að segja eitthvað beita hérna? Er eitthvað TP í búið? Nei, allt fyrir ekki að vonast. Mati, já, hann á hopp. Já, líka. Hvað heitir hoppið aftur? Þetta er ekki bara... Þetta er ekki Blinkstrike. Jú. Jú, það heitir Blinkstrike. Og ég held að það væri... Ég held að það væri þarna... Phantom Assassin. Það heitir Phantom Strike. Já, held að. Cromwell aftur einhvern veginn, fárlega ló. Býttu hann góðar inn. Held hann sé bara döður hérna. Já. Hann þarf allavega... Ég held hann sé ekki döður, sko. Hann getur fílað sig. Þetta er samt helviti leiðilegt, sko. Já, pirrandi eitthvað. Á líka ekkert mana núna. Einhver lúða örspyrir til að spamma þig út bara með einhverju útliti, sko. Spammaði út og setur skann á þig og alveg snörda dæmi, sko. Það eru Ingi, hann er reiður. Hann vil að blokkara pinninu sínum hana. Býtum við. Vá. Ég vil þetta alveg reynd og var rúttaður líka þegar hann ætlaði að dassa, sko. Og Hrannar dreipur Cromwell. Þetta er bara... Þetta er greinilega... Þetta er comfort hedja fyrir Snorra, sko, hútunginn. Já. Hann veit alveg limitin á þessari hedju. Þetta er greinilega erfiðara lane fyrir Necro en ég held, sko. Það er ekki... Alltaf... Já. Matic damage þannig í últin í magnetizinu. Einmitt. Þeir eru samt að eins og sagðir, þeir eru að vinna safe laneið, eða samt Bergur er komin yfir hann í lasthitum. Stelur. Þetta er aðeins einhvern veginn jafnara. Högni. Já, ok, þetta er... Björn er frekar low, en... Þetta stönn, sko. Level 4, sko. Já. Það er ekkert meira. Enginn að koma að hjálpa honum heldur. Já, þetta er... Þetta er röf, sko. Rísumunar Þetta er heldur röf. Með tvo, býtu, hann er með 2 trett. Þú veist, ha? Já, hann mun svo gefa byrjunum sennilega, setna. Trettar eru bara svo anskoti statefisett, sko. Já, þeir eru samt. Já, fá eitthvað hérna. Nú kemur Hrannar. Hann hlýtur að vera döður á... Hann ætti að drepa hann tætt. Hann býtur, dispellast þetta sem ekki að... Hann að dispell. Hann getur ekki sett annað held ég. Það er Necro-últið. Ok, Necro-últið kemur inn. Drepur hann. Hefði kannski þurft að gerast áður en að... Já, hann er að sparka honum hann rétt í bláu lokin, sko. Já.
Þetta er samt gott swing. Þú dreipur 2 kora fyrir 1 og Necron þarf eitthvað til að svona komast í gang, sko. Fá charges á ultin og svona. Hann er væntanlega ekki að fara í reiti. Getur við séð hvað Necron er að fara að builda? Er hann með eitthvað Q? Hann er ekki með eitthvað Q. Er hann að fara í reiti? Hann er að fara í reiti, held ég. Smá svona... Ég held að sé allt í lagi, sko. Út af því að... Ég einhvern veginn held að... Þú veist, hann er late game carryinn í þessu liði, sko. Já, en þyrfti hann þá ekki að fara að fara smá AFK núna og bara turbo-farma í nokkra myndur? Jú. Ég meina, hann getur náttúrulega alveg fengið svona hér og þar lastið bara, mætti 1 og 1 fight og... Já, einmitt, sko, en ég held að hann þyrfti að vera... Sko, eins mikið að ég er ekki mikill raddi maður í svona tapandi leikjum, þá held ég að þetta sé sæmilegt hérna. Já. Þeir eru að smóka. Dawn er ekki sexamt. Ég myndi halda að Dawnin ætti að vera hinum meginn á mappinu og reyna að fá ultið, sko. Já, betur, þeir eru með Ravage eða ekki. Hann hlýtur á þetta, ekki? Geggja þýröndar. Og henn náði, hann næra últa samt, hann er svo fucking tanki í þessu formi, sko. Ó, Björn undir. Og snákarnir klára þetta. Nice. Úra hann að laumast, næri ekki að laumast. Nei. Þetta er helviti dýrst. Það er bara 4 TP til að bjarga þessum Londru, þetta náði ekki en... Titan sleppur eða hvað. Og hann kick, hann á kick. Ói, hann er með heistrún, ói. Hann á silence líka. Og þetta heistrún. Það er bara að fara að ná þessu. Já. Það er... Hallið, sko. Dawnin á samt ult eftir 2, en það er bara 2 sekundum of stein. Úff. Hvað er hannar heppin að fengi heistrún að það, sko? Já, Never lucky á orðun okkunum, sko. Hann fyrir force, ok. Hann sleppir reytingin sinni í bili. Já, sleppur þið ekki alveg ef þú fer ekki í það hann. Jú, kannski, ég veit það ekki. Ég held það, sko. Þeir vilja hérna drepa hann, syns mér. Forstaf, er það bara út af Riki, eða? Já, er það ekki. Bara Riki. Jakiro svo sem og útving líka. Smá kannski fílspett að fara í Forstaf first item, ég veit það ekki. Nær sjaklinu. Það er eitthvað í gangi hérna hinum meginn. Það er satt eitthvað lítið damage-ið. Herru, hérna kemur heal-iðu. Vel sæð það. Með DD. Já, amplified damage. Já, þetta hendur um í burtu. Þetta er alveg slatt, þetta er alveg huge skill, sko. Já, Crazy Leprechaun kemst í burtu frá þarna báðum supportunum. Já, herru, hann er að maxa fireblastið á... Já, það er... Þetta nú við, Mati. Fireblastið, multicast. Þetta nú við, þurfa samt að drepa hann. Ná hexinu, ok. Er Jakiro að fara að deyja líka, þannig fyrir ofan. Þetta kemur reyður Björn, hann bítur. Ok, þeir ná að treyta hann Jakiro fyrir Núna þurfa þeir að get the hell out, sko. Það er Örspirit að koma. Vá, það er hún. Líka með Vessel klárt, sko. Já, hann getur endalaust. Já, ég held að Cromwell sé bara dauður. Já, ég held það líka. Ekkert mana. Hann notar ekki eins og í silensi. Nei, hann er ekki eins og búinn að skilla silensi. Hann er með charge, hann á roll og hann á eitt kick. Það er ekki eins og nota kickið. Hann er bara sjarniðustið líka, já. Það sem Örspirit gefur er endalaust cut, sko. Þetta er smá bara eins og að vera með spiritbreaker í liðinu. Já. Charge hann upp. Herru. Hann er með Vessel á sér. Já, hann er að tikka. Hann deyr ekki, held ég. Nei, rétt svo lifir, en ég meina hvað, Ravage fyrir ekkert basically. Það vantar svolítið damage á þeim. Já. Það er alveg rétt sem þú segir, sko. Ef hann eitthvað fer ekki í reiti, þú veist hvað... Já, þú veist. Hvað þá? Núlt í hittisamtælingan, nefnum bara vinið það. Og Björn næra 4. Björn deyr, hann rís saman. Hrannar deyr, það er últ í öllum samt. Það með eitthvað snæper hann inn í húsið. Snæper hann. Þetta stönn hittir högnan. Bara svo mikið sustain damage frá Splotruð, sko. Þeir eru bara fastir í einhverju skýi. Kúti er ennþá á lífi, deyr hérna loksins, já. Og Shaman líka, sko.
Svo Veif að koma, þeir geta held ég tekið middturninu eða þeir vilja. Já. Eða geta bara, þú veist, gert það sem þeir vilja, sko. Jú, þeir einhvern veginn, eins og þú segir, þeir átlasta þess að fæta, sko. Já. Má sjá, hvaða item er Jakiroinn með? Hvað hefur hann farið í? Hann er bara að rusha Axe, já, ok. Það er kannski eitthvað right click aðeins setna. Já, það er náttúrulega með Hoodwink og Riki og Örspirit til að svona setja upp fyrir þið, sko. Já, ég held að líka er mjög sterkt að kaupa Shard á honum, sennilega, út með hann sem core svona. Er það ekki hann að separate cooldown á? Jú, þá getur þú sett bæði Liquid, Fire og Frost bara á sama tíma. Þetta nú við. Hrannar smá, hérna. Já. Það er svona snögt að fyrir framan hann. Það sá hann charge ekki út. Vel gert. Sýnist nú samt. Silenceið. Nei. Hann á ekki ulti. Kemst út. Vel spilað hjá Hrannari. Það nú samt einhverja 2 hauskúpur að elda hann hérna. Já, þeir ná honum aldrei held ég, sko. Það fer bara í geiti mér þess að. Bye bye. Þetta var space. Já, það er líka komið Tormentor, kannski þeir farið hann eftir innan turn. Hefði þurft Shamaninn hann einhvers staðar, hann var bara ekki... Nei, þetta var rosalega flott silence líka, ég held að Cromwell hefði annars náð sæðin á hann sennilega. Já, hann átti, ég held að það hefði verið á kuldanum. Já. Það var 10 sek eða... Getur verið. Þreita turnum hérna, en Tormentorinn er hinum meginn. Já. Og rauðhnakarnir þurfa að vera smá bilaði til að fara í gegnum geitið, en það held ég að þeir sé ekkert að fara að gera það. Smóka á rauðhnakarnum, en... Það er okkur últar hann á Tormentor. Gerir það eitthvað? Hver últaði? Hoodwink. Já, það gerir held ég einhvað. Já, okay. Það gerir núna eitthvað prósentu á creep og svona, sem það fyrir í gegnum. Ég skil. Þetta tónt finnst mér bara fínt, sko. Það er bara eitthvað við Ember Spirit tóntið, sko. Þeir eru smókaðir, þeir eru að leita einhverju, þeir eiga allt. Hvað item er Titan komið með? Hann fór bara í Vlad. Hann er ekki með blink anytime soon. Kannski ná hérna. Hvað? Þeir eru ekki með neitt... hann er fokkaður. Þeir eru ekki með neitt jump. Nei, hann er forstaður inn. En þeir eru allir að mæta núna á Arena liðinu og þeir eru ekki að ná að slóa nægilega mikið. Bíddu við, hérna kemur burstið. Rosalegt bushwhack. Stór dómulti, ná honum, en þeir eru allir að melta og Hrannar er að fara að klína upp hérna. Já, Cromwell, hann náði ekki Spirit Vessel ná Cromwell. Hann er að hýla eitthvað hérna upp. Mati er dauður, Bergur er líklega dauður. Sérðu? Cromwell! Hann á hýl, hann á stikk líka. Þessi Hoodwink er galinn. Ég ætla bara að calla það núna að Snorri er MVP í þessum leik, sko. Hann er bara búinn að rústa þessum leik eiginlega. Óger, hann bara, þú veist, hvað Óger hann að gera? Hann er reyndar, það er alveg dúel hérna. Þetta er einvíð upp á leikinn. Kemur Atosin ekki uppi heldur. Já, þetta var rosalegt engage þarna hjá Hoodwinknum á öllum mönnum, sko. Inn í Jakiroinn getur bara guppa á jörðina og... Já, þeir voru bara fullkomlega staðsettir fyrir þetta stönn þarna. Spurning, átti hann að rafita fyrr? Það er eitthvað svo mikið fílspat að rafita bara... Nei, ég held að þetta hafi rétt call hjá hann, maður býða þess mér á þessu. Þeir náttúrulega náðu eiginlega að törna þessu eftir þetta rosalega... Já, ég held... kombo hana. Þurfa þeir ekki bara að fá eitthvað radians á Necroinn? Hvað er hann að byggja, eiginlega? Hann fekk sér Shard. Kannski Radi, kannski hann kaupir sér Glimmer. Er Aghanims alveg döður á hann? Já, ég held að þú fær alltaf bara seint í Aghanims. Búið að nerfa það einhvað og þú veist, ég meina hann er með, hvað er hann með mikið regen þegar hann er ekki með að drepa þinn? Ekki það mikið held ég, sko. Þetta er alveg nagg. Slóar þetta helvítis corrosion drast maður. Það var í Travels á... Þeir ætla bara að reyna að læsa mappinu, sem er heldur bara rétt að playði þeim. Já. Hann er með Shardið líka.
Ég meina, ég held að við, sko, ef þessi leikur fer eitthvað svolítið langt, þá ég nokkuð vissum að óreiðunhakarnir séu með sterkara liði, en það einmitt spurning. Mér sýnist Arena vera bara að fara í nákvæmlega réttu iteminn, sko, til þess að stoppa það. Þetta ekki nóg, hann deyr samt. Þeir ná hrannari. American Sniper. Þegar Cromwell dauður, þá vantar held ég helviti mikið í höfum, sko. Já, þetta mjög erfitt fyrir Cromwell, sko. Hann eiginlega að deyja í öllum fætunum, að lifa af. Bánsinn var bara að farma þarna með hann, sko. Píð bara farið í Dagon. Komið rati á hvað, sko. Shitturinn, teturinn. Það er stór björn, sko. Það hann ekki að fara í Butterfly, ja? Jú. Eða kannski hann klárið þarna Diffu dótið. Setja allt. Já, heimitt. Það það sem hann hefur að gera svolítið. Hann setur svo ratið á björnin og getur sendt hann í einhverja leiðangra, sko. Sækja creep wave og... Hann alltaf að færa reytiði fram og tilbaka? Já. Pældi ég að nenna þessu, sko. Akkur spilar ekki bara einhverja eðlilega hetju þegar það er bara einn kall. Það færa iteminn á milli, sko. Það er next level. Það er frekar next level. Herru, þeir góða hérna. Dawn. Hún fyrst, hún ekki með neitt últi. Hún föst í sulli, þetta er gott rafið. Björnin að deyja. Björnin með iteminn líka, sko. Herru, hann rétt lifir. Herru, hann á björn, hann spána björnin. Sjáðu sem hann að hlaupi gegnum allt makropærið samt. Hann bara að deyja. Það var alveg hann að eldganga, sko. Já, og þeir bara eru með þá í... Þetta leit vel út, þeir chaseuðu held ég bara ólátt. Já. Þessi fætt var líka eitthvað splittaður. Necroin var þarna upp á high groundinu á móti... Shaman tók bókstaflega svona kólagöngu á Iljón. Hann hljóp bara gegnum endilangt makropærið og dó, sko. En já, það gerðist eitthvað off. Við sáum ekki hvað Hrannar var að bralla þarna, sko. Nei, ég held að hann hafi bara verið að leggja Necro í einelti, sko. Hann er komið lítinn Dagon og er að fara í Sivas. Hann er bara með eitthvað burst og reduce, healing og eitthvað kjættaði, sko. Já. Það er resetta bara. Farar ekki bara í Ross bráðum. Vilja kannski taka alla tíu 2 fyrst. Londruð er fínn á móti Ross, eða ekki? Tekur hann ekki bara frekar? Jú, ég held að hann getur bara tankað á hedjunni og Björnin hílar hann aðeins upp, sko. Já. Þetta er svona... Jack Hero er alltaf bara að fara í Lotus núna. Snorrið komið Glitni. Já, Glitni. Sko, menn er ekki að tala um að Hoodwings er döð hetja eftir að Glitni var breytt, sko, en... Já. Hann er breykaður. Fór svo Donaldi. Þeir vilja drepa tætina, þeir hefði getað bara bakka út af það. QD er low. Örspiritin þarf að passa sig samt. Þeir náðu blastin á hann. Og... rosa vel spila hann að stoppa rúlið. Núna þegar þeir geta hell out, þetta er rosalegt búsvag aftur. Það er bara ekkert follow-up. Ef að Drekinn hefði verið þarna... Já. Þá hefði þetta verið helvíti sárt. Gott samt pick-off bara á Hrannar og Hrannar kannski aðeins og fann hann graður. Já, Yngvi, hann er að fara í Butterfly, hann er ekki að upgrada Diffuser í Disperser. Að gefa þeim allt info í heiminum. Bara hversu valuable samt er þessi Butterfly, var ekki betra að fara í Disperserinn? Tætt er að queue upp BGB, það ætla bara ekki að fara í blink, eða fara late í blink. Snorri smá, hann að framalega, nær að dodsa. Bergur með zoning æspað. Gott makro samt. Ok, nær að dodsa samt snæperinn á það. Þetta er helviti erfitt, sko. Já, þeir eru heldur ekki með... Þeir eru ekki með, sko, sætið. Notuðu áðan. Já. Þeir eru bara... Þeir eru döð. Allir steindauðir hérna. QD getur hann TP-ða. Nei, þetta er Kiroinn í hugmátt, sko. Ok. Ok, vel spilað. Það er stemming. Ná, Arnir sann að... Þurftu samt að expenda rafitsinu, sko. Já. Það er ekki langt í Rikkin og hann er með Boots of Travel, þannig að... Já, ég myndi, sko.
Reset er ekki bara strax smá- á vígvöllin. Já. Ég held að high groundi fari bara að koma sko. Já, virðist vera að þessi ekkert að pæla í ró sko, þeir vilja bara Halda tempóin uppi. Halda óriður hökkunum frá grípunum. Já, vilja taka hana mid-turn örgla. Já, Bergur fór ekki í þetta build sem við vorum að tala um hann. Nei, hann Eitthvað er svona bara hype. farið í eitthvað Magic og svona bara hjálpa liðinu sínu. Ég held líka bara, hann þarf ekkert að gera rosalega mikið bara að bíða eftir að sjá flotta æspáða og ná þeim. Já, ég held að þeim vantar í raun ekki damage sko, þeim vantar bara að setja upp og svona Já. festa á sko. Akkurat. Og reyndar eða með hennan íkornað sem að nær 4 í hverju búsfæki sko, þá þarftu þannig sé ekkert meira lockdown en Nei, en Sinnitið er ekkert hjálpar eðla, alltaf, sko. Sinnitið er ekkert eðla vel með Jakiro. Þetta er basically bara eins og spila með fucking Darkseer á fjarkanum sínum. Já. Sem að er samt einhver ranged núker líka sko. Já, og nú er hann komið boomerangið þannig að hann er farin að amplifæja Jakiroin ennþá meira sko. Hann er algjörði neiflur sko. Þetta æspað, Bergur er hérna að hóta með æspaðunum, hann er kannski ekki að landa þeim. Breykar hann þannig að núna gera þér fullt damage. Hílið er það nóg. En byttu nú við. Nei. Æspaðið aftur, þarna kemur það, hittir vel og þetta makró er, þú veist. Þetta makró er að slátra þeim. Bánsin er ekki einu sinni þarna sko. Þeir eiga bara ekki break sko. Úf, herru, þetta er bara farma vordana, taka mid, fara high ground. Er það ekki bara... Jú. Hrannar mid, ég held að Hrannar hafi ekki einu sinni verið þarna heldur sko. Nei, bara komin í blálógin. Þetta er Jakiro, Húdving og Reiki sem að bara væpuðu það á nánast. Holy smoly, sko. Já, þetta makró gerir svona laumulega mikinn skaða, sko. Maður... Já, þú ert bara, þú veist, það er fight í gangi og allt innur bara, herru, ég er að deyja af hverju og þá bara, ég stend hérna í makrópæði, sko. Og þá er það orðið of seint líka, þú fattar hvað er að gerast, sko. Halda þér áfram, why not? Það reyndar er Ravits og það er Scythe. Makrói hlýtur að fara að koma upp bráðum. Mati bara eitthvað að fíblast þarna. Space. Það er segja. Þessir fjarkar. Inn á wardin, það er eitthvað. Sjáum bara Lundruid er að farma bara alltaf á meðan. Já. En það er hann með helviti stæðilegt nettur, sko. Úff. Sæll. Hvernig var þetta svona langt? Ná, range á þessu. Hann hlýtur að vera með Either. Sér ekki með Eitherlands og Eitherlætum eða eitthvað. Standa allir hérna hjá þessu tríi. Innvistur Þetta og... er bara að fæti í base held ég, sko. Það gengur ekki. Það er betra að Reiki takja innvistur hún. Nei. Hvað er Dónin með? Fór hann í Blade Mail? Já. Já, Blade Mailin í eitthvað pípu. Er hann ekki að fara í hérna... Hann er með Ókarak samt. Já, hann er kannski alltaf að fara í BKB fyrst eða eitthvað. Eða í Tunnelsar. Er ekki... Herru, gott Ravit. Þeir ná tveimur hana. Það setja að brenna hana í... Þeir ná íkornanum. Já, ok, ná. En Yngvi mættur, holy, sérðu þetta takkspítið. Þetta hell, sko. Hann er ekki einu sinni með itemin á. Hver er hann að kasta líka? Hann er að kasta bara einhvern kleinum, sko. Og hvað er þetta? Þetta X er... Hvað er þetta? Hvað er aftan á hann á bakinu? Getur við fengið close-up? Eða þetta er einhver egg? Já, þetta er einhver svona... Hvað kallast þetta? Það er eitthvað svona throwing hatchet eða eitthvað. Sæll. Já, þetta er helviti hratt, sko. Sigði. Nú erum að fá hérna frá production, þetta er sigði. Fleir sigðum í fólk. Er það, samgildir það hó, eða? Hó? Já. Er það ekki svona... Er það ekki eitthvað annað? Er það ekki raka, eða eitthvað? Nei, svona... Sikkul. Já, sikkul. Sigði. Sikkul er sigði. Er þetta ekki svona eitthvað prestadæmi?
Já, það eru sósíalistar hérna, Sigðinn sko, Sigðinn og Hamarinn. Það kemur ekki óvart að Londrit sé sósíalisti, sko, hann býr út í skógi. Já. Með helvíti stóran bánsa líka, sko. Já, bánsarnir, ég fíla sósíalisman. Já, þetta er... Ég hef séð einhver rústnekk myndbönd sko, þar sem að þeir eru bara, þú veist, að digga það. Þetta er allt svona on trend, sko. Sæll. Herru, þeir ná pikk og fá Matti. Finna Matti og hinum hann mappinu. Þetta er svipað á hann nema núna náðir honum. Ég held að honum sé nokkuð sama, sko. Já. Hann fór í bot til að geta einmitt bara fítað og joinað. Þeir vilja meir samt, þetta er gott pick-up við náði, en... Þeir notuðu rafindið, sko. Arni þessi bara í einu lífi og... Geggja fýr. Og... Þarna kemur makrofærið. Cutie getur ekkert staðið, sko. Új! Hann drap hann! Pér... Já, klárar þetta. Með Eikisinn á P-inu. Hélt reyndar að hann fekk fokk mikið gull, sko, en ég held að hann myndi lifa þarna. Já, hann einhvern veginn, sko, ég held að hann hafi drepið björnin á sama tíma og hann hitti Londrúðin og gerði bara eitthvað sjúklega mikið damage á hann út af því. Já, en þeir eru með Jakiro, þannig að þeir eru með tower damage. Ekki mikið fyrst að Londrúðin er farinn, en... Já, Jakiro bara sér þetta sjálfur á meðan. Þetta tikkar, sko, ekki komið sjarti. Kanski að fara í mítjur að mér, eða? Það er þetta... Nei, sjarti á leiðinni. Þeir ætla að... Gerir frostdraslega eitthvað við buildings líka? Nei, það gerir náttúrulega ekki neitt buildings. Þannig að sjartið hefði ekki skipt öllu máli hér. Nei. Hvað það amplifæði damage hjá honum sjálfum, eða ekki? Og jú, bara, þetta er svolítið eins og þarna stykki napalm, þú veist, tick af damage gera eitthvað x mikið. Aðeins meir, held ég, já, þannig að bónus. Já, slóar. Ja, þetta increasar líka damage við auto-attacks. Já. Cool. Bara allt damage frá honum, held ég. Eða allavega, kannski ekki frá itemum, en einmitt frá... Nei, frá attacks and abilities. Yes. Skalar skemmtilega við hann að fasetið hans. Það var Róbert ekki á einhverju trilltu vinstríki með Jakiro, var hann ekki eitthvað? Jú, ég veit að hann sé 14-15 eða eitthvað. Já. Það er náttúrulega mjög sterk. Það er næs. Matti lifir. Eru býttir nú við. Sáum ekki alveg build-upið þarna, af hverju voru þeir ekki inn í baseinu sínu. Þeir eru spurningar sem við munum aldrei fá svör við. Hrannar að augra. Hérna sjáum við projektalið. Þetta er rétt hjá þér. Já, mér? Rétt hjá Production. Já, hjá Production. Það er Sigðinn. Sigði. Hvað er fleirtalan? Margar Sigðar. Já, ég veit það ekki. Sigði. Hrannar langar að dæfa makropærið hjút. Þessi ók er bara hverfur, sko. Herru, Blade Mail playið. Hann stendur í makropæru Blade Mailaður. Það draf Jakiro inn ándjók. Og það er svo mikil kólaganga þarna, sko, holy. En sjáðu þetta, sjáðu evasionið, sko. Já, þú veist, þetta er... What the... Hann er með... Getur við fengið að sjá evasionið? Er þetta... Horfum við portrétið hans? Hann er að spóla aðeins yfir sig, hann er fastur. Hann er með... 90% evasion. Já, það er helviti mikið evasion. Já, þetta séu hann er bara að tanka... Nei! Þessi tætt er alveg með hann, sko. Leikurinn væri búinn ef Björnin hefði ekki farið í Fountain Dive-ið. Ég held að það skipti ekki öllu máli. Er þetta ekki búið? Þannig að segja, þið get ekki drift tættil. Já. Þá kemur Björgabíð. Hérna. Hann er að snúa sem leikvið. Já, hann verðist ekki verið að gera mikið damage við þá heldur. Nei. Fyrst tættið Hrannar, sko. Það vantar Radiance. Earthshaker er með kilvi, sko. Þetta er ekki fyrst tætt. Þetta er bara því miður hvernig það er að spila móti Rikki. Þegar Björgabíð er búið, þá bara stendur það þarna eins og hálfviti og... Hann er sparkað út reyndar. Þeir eru samt eitthvað hérna að kompaka. Rikki mun hoppa, eða ekki...
Nei, hann Það er spyr ekki með við. detection, það er hauskúpa. Run. Heldur það sé ekki nóg. Run. Nei. Nei, ekki alveg. Sjá, effektin. Hann er að tippja út! Ná hann. Sáum ekki hvað Hrannar endaði, en hann dó þannig með grunn, hann hafi endað inn í fountain. Já, ok. Það var eitthvað algjört sprell í gangi. Björnin er ennþá dauður. Já, getur ekki Björnin bara farið solo bara? Getur þú fengið 100% evasion? Nei, þetta er... Hvað kallast það? Það er kappar. Duplicative, eitthvað svona, þú veist, þannig að fyrsti gefur, þú veist, 40, en hinn gefur ekki 40 viðbót, hann gefur eitthvað svona. Veistu hvað kappið er svona? Ég veit ekki, þú ert pía og kaupir 6 butterfly eða eitthvað. Já. Helviti mikið vantilega, sko. Það er allavega ansið nálægt 100, myndi ég halda. Þeir eru ekki konum með mega creeps, þetta var smá gali hjá þeim. Það væri karma ef þeir myndu tapa þessum leik, en það er svo sem kannski lítur ekkert sérstaklega mikið þannig út akkurat núna. Já, meira þess að networthið eiginlega minkaði ekki, sko. Það er 30k í augnablikinu. Og Grinn getur valið sér neutral item. Hann hefur komið með Midas og er að fara í Aghanems. Hvað er hann að fara í Daedalus? Ætli það ekki? Það er Rapier kannski. Alveg interface hann það. Já, svona með Vlads á byrnunum alltaf, þannig að hann er með lifestílið, sko. Já, Arniður sem hann kannski ætlaði að fara í BKB. Nei, Arniður, þarna Túra segi ég. Já. Ætlaði að fara í BKB og svo skipt skoðun. Já, það lukkar þannig, sko. En hann hefur fattað bara Makropærið er pure samt með... Já, Makropærið er pure. Með Aghanems. En það er náttúrulega, það er Hoodwink og það er Earth Spirit og svona. Einmitt, sko. Þessi pípa sé ekkert eitthvað að vera ónótuð, sko. Býttu nú við. Þegar hann ákveður að sæða ekki. Úr killi, fá rosalega mikið pening á túruna. Hérna koma þeir. Býttu nú við. Búsvakið er hjúts, en þessi tætt er hann stór, maður. Já. Þarf hann samt ekki að... Herru, Londruid er í smá problem hérna. Sæðið. Ó, hann náði. Rína er að þróa. Jakiroin er að labba, hann er ekkert eðla hægur. Rikki er samt að búa til space. Já, hætti alltaf hennar Rikki, sko, hann skiptir engum máli. Já. Þeir líka eru aldrei að fara að ná hann Þeir sá hauskúpuna, það er það sem að... Já, þeir eru að elda hauskúpuna. Bara að standa á hauskúpunni, þá... Herru, hann reyndi að tépja þarna, þeir hefðu actually getað náð honum, því að... Svo er hann komið niður og bara... Textinni hefði ekki verið búið bara. Já. Új. Ég kemur Bergur, hann þarf aðeins að vinna í þessum æspað. Þetta hann inn í æspað þegar það? Új, maður, þetta damage, sko. Þessi pípa ger bara... Þetta er boomerangið. Boomerangið er að amplifæja allt þarna, sko. Já, þetta er dirty, sko. Hann er líka komið hérna Vindveikar, sko. Þú tapar ekki með Vindveikar, það er known fact. Sjá hvernig næs, hann meiri sig að leifir Bergi að taka creepin, sko. Já. Og mínir supportar myndi aldrei gera þetta. Riki er líka komið Vlads og Maidslayer og er að fara í Aghanems. Hann fór ekki í diffjúið. Nei, Riki er bara, hann ætla bara að fara í carry núna, ætla ekki? Jú... Þannig að Axin leiður að farma líka mikið hraðar. Þú farmar fárlega hratt með honum, sko. Það er samt alveg konar 40 mínútur, sko. Ax og Ogrein, sko. Já, ég veit ekki alveg, þú veist... Við erum að fá frá production PA með 6 butterfly í 96,2% evasion. Sko það er líka eitt sem við erum að gleyma hérna. Það er þarna náttúrulega áran á Radiansinu. Hún gefur einhvað evasion, en ég veit ekki, sko ég held að hún... Það er, tæknilega segir ekki, evasion, það er, þú veist, prósenta af að tökkum missa. Þú ert ekki að meina passive evasionið bara? Nei, ég er þannig heitt, sko. Byrðu 15% af þeirra attacks. Telst það ekki sem evasion, sem sagt? Þannig að Nei, ég held ekki. Þetta er ekki inn í kappinu, þannig? Ég held ekki, nei.
Áhugaverð. Þannig ég held að það sé örugglega sko eftir á, þú veist, þannig að Þannig að þú ert að segja mér að hann sé með 105% evasion. Nei, ég held að sko, hvað, hann var með 90% evasion á byrninum, nei á hetjunni segi ég. Já, svo ertu með, og það ertu með 15%. Já, þannig að þú veist, af þessum 10% á tökum sem fari í gegn, þá 15% að ég missa, sennilega. Sem er þá 10% af 15. Það er þá, þú veist, 92% í Já, það er eitthvað lítið. Herru, þeir góða. Það er Cola Grill. Það er bara túran og hún, þú veist, hann er fastur líka bara, sko. Þeir vilja berg, þeir vilja þetta magic damage. Holy damn, er hann með rapier eða? Eða var þetta er Daedalus? Daedalus. Shit. Líka á sko tæta af öllum mönnum. Svona gerist þegar þú verður fyrir sósialismannum, sko. Damage block. Þú ferði eitt lótið í, sko. Það er ótrúið hvað ég langt að reynsa á þessu. Holy. Cromwell, hann er dauður leið á 12 af þessi búið. Forza Road. Akkur fór enginn í nullifær. Hann var hann dauður hana. Gæti Ríkki ekki fara í nullifær? Er það kannski too much? Sérðu? Herru. Þetta er galið, sko. Hann er samt að deyja. Ok, hann dó. Það menn er eitthvað að spóla í. Klukkan hvað var þessi leikur eiginlega? Verður þetta með nótt eða? Þetta hefur verið eftir eitthvað hörkufyllir í, sko. Bara á föstudegi klukkan 2, sko. Kjúti líka með curryinu sinna hann bara. Cromwell, ég held þessi tveir eru aldrei með damage til að drepa hann. Nei, ég þarf ekki að Cromwell bara að fá rakkins. Ég held, jafnvel ennþá, er það gott, sko. Nei, heyrðu. Það er búið að koma bug. Restart game. Hann sagði bara, herru strókar, ég er að gera ómikið damage, sko. Það er eitthvað að. Ljósleiðarinn höndlar ekki þetta damage. Þetta eru of stórar tölur. Já, hann var alltaf sendur í fountaina þegar hann var að gera svo mikið damage, sko. Jó, sko. Já, þetta er eflaust rétt hefur, sko, en spurning, hefðu þeir unnið þessa fæta í byrjun hann þegar þeir náðu aðeins að snúa leiknum ef hann hefði ekki verið með þessa forstafa, sko. Já, ég veit það er alltaf spurningin, sko. Ég held reyndar, sko, Óger hefði átt að fara í eitthvað svoleiðis í staðan fyrir að fara í Midas Akanim, sko. Það er svona... Sko, ég held að þú spilar þetta þannig að þarna hinir mennirnir í liðinu, þessu Óger, svona, þeir þurfa bara að súa sæta fyrir þig þegar þú færið þú Radiance eða kannski eitt annað ætum viðbót. Já. Það er náttúrulega, vesenni við Ríkisjard er að þú getur ekki forstafað hina gæja, sko. Já, einmitt. Sem er bara frekar klikkað, sko. Nei, alltaf ímislegt sennilega sem var hægt að gera í þessum leik, sko. Ég hugsa að Rína hefði getað klárað hana leik fyrir korteri síðan ef að Viljinn hefði verið fyrir hendi. Þeir var ekki eitthvað svona þýru að krafta með evasion hérna. Já, hvar var Vindveikurinn þegar hann var inn í fountain með þér? Segir hann farmar bara með því, sko. Þegar hann er með sama network og Earthspirit, sko. Já. Til að magna hvað Cromwell er að halda í það í networkið ennþá, sko. Eða þú veist, hann er fyrir ofan alla hinna þarna. Já, ég mitt, sko. Með við hvað þetta voru erfiðu leikur fyrir þá. Fastur í beisinu sínu í 10 mínútur eða eitthvað. Þeir eru að taka Ross, ég trú ekki öðru en núna. Nú getur hann fountain dive að... Nei, hann tekur það svo sem líklega ekki. Það hefur ekki slátt. Því byrju, hann er samt að staði fyrir sér eitthvað. Fyrir bæði úr... Hvað er bouncing með? Býttu nú við, hann er að fara í eitthvað... Hann er að fara í rapier. Sæll. Hvað er bouncing butterfly? Hann fær bara annað. Nei, býttu, hann fikk bæði. Bouncing fær bara rest. Holy. Hann er samt með... Hann er með talisman of evasion líka, sko. Já, hann er með... Disassembler radianceið. Þetta er náttúrulega galið, sko. Það er eitthvað... Limar hann samt ekki... Þú veist, þarf hann ekki að vera með eitt butterfly eða? Stönnaður að creepinu hann, sko. Jú, hann lítur að svoppa því inn þegar hann deyr, sko, en
Gerir hann núna, hann lefur miklu hægar eða ekki? Þú veist, hann gerir miklu overall minna damage. Já, ég svona haldið þeim þetta... En svo eftir að, sér hann að tæt, maður. Hann svo fucking blokk, sko. Þetta Chonker. Þess bara því að Axel hittir í þetta sinn. En þessi Chonker, hann deyr ansi hratt ef hann fær í sig húttgúlti. Kólagrillið, sko. Það er Halló! Hann er júlaður á byrnunum, últar. Ég held að það ekki. Nei. Þeir ná lóndrúutinum en hann á annað líf núna fyrst fyrir hann að meða, sko. Hvar er lóndrúutin? Hann er bara það. Það er að snáka, sko. Hann er ennþá að fara. Hann er búinn að eyða svolítið mikið af báðum leikjum í að berja bara eitthvað að snáka. Já. Það var líka snákur í síðasta leik. Sko hann nefnilega, ég heldur hann langi að fara úr melee-forminu. Hann fara í reynsformið. Hann er svo hægur. Já. Hann er alveg að fara að törnast hann. Núna. Þarna, séðu. Aja. Fór meira sér ekkert inn í fountainið þetta sinn. Já. Það er synd og skömm. Svo kveikna ljósin. Allir heim. Herru, að rýna svona, kannski eins og reiknaða með sterkari aðilinn. Sýndu yfirburði. Já, og óreiðunhakarnir kveðja að sinni. Já. En þeir stóðu sig bara nokkuð vel í þessum leikjum, hingað til allavega. Já, þeir alltaf spörkuðu mér úr keppni, þannig að... Já. En við tókum það út seinast, þannig að þetta jafnast allt út, sko. Já. Herru, þá eru hvað, 5 lið eftir? Já, það eru, það er líka sería í kvöld. Já, það er TR á móti AHI. Það er sett í hinum einn í loðbrakkarnum, það er í kvöld. Tjekkja á Discord og Facebook. Svo er þú á móti Chromium í one-on-one. X-Level Gaming, emitt. Á þriðjudaginn. Það verður alvöru rimma. Og síðan á það að rýna liða móti þeim sem að sigrar loðbrakkartið. Já, allir ekki. Eða, nei, vantilega fyrst að rýna á móti TDR, eða ekki? TDR á AHI. Nei, ég er að segja, já, TDR eða AHI. Já. Ég er ekki eins og friki, ég er ekki búinn að spá AHI úr leikarn þá, sko. Nei, AHI er ekkert eðlilega segir. Já, þeir áttu svona eiginlega uppsett í seinstu rummu, ætla ég að leyfa mér að segja. Ég kallaði þá svarta hestin, sko, í síðasta móti. Já, það var samt í seinasta móti, sko. Já, ég meina, þeir voru flottir í síðasta móti líka. En já, þeir eru búin að slá út P12 sem voru allavega með klárlega með hærri MMR-stig en þeir, sko. Já, þeir verðast vera svona toppa núna, þannig að það eru rosalega flottir þar. Vonandi spennandi. Þannig að núna er svona, ætla ég að leyfa mér að segja, svona kjötið er núna í þessu móti núna fyrst verður þetta svona almennilega spennandi, sko. Já. Þegar svona síðri liðin eru kannski eru dottin út og það eru stóru strákarnir eftir, sko. Já. Það er alveg veisla, sko. En annars bara, við erum að fara að klára, við vorum aðeins seinir í dag og það er eitthvað að byrja eitthvað CS-mót hérna. Já, tjekkið á AOI á móti TDR í kvöld. Það verður vonandi einhver bangir og bara sjáumst síðar. Wait, is he switching lanes? Welcome everyone to the Kia Tiltbooth Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test.
Vermont getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. And Whirlup, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already lost. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.